Já, komið sæl. Komið sæl. Kattbræður heilsa ykkur. Ég veit ekki hvort að þið hafið tekið eftir, en við tókum eftir að við erum búin að vera í 3 vikna fríi. Já, við erum búin að svindluðum aðeins, droppuðum tókum fram í tíman. Já. En við höfum ekki verið inn í stúdíónu ég get sagt það, þetta eru rúmar 3 vikur, sko. Já, sannarlega. Þú náttúrulega búin að vera með litla kallinn í útlöndum. Hvernig það búið að vera? Ég þetta gekk mjög vel, en það öðruvis að ferðast með börn. Ég fekk að find it out the hard way aldrei, en þetta var sann skemmtilegt. Já, mjög gott. Sko, áður en að við byrjum á þættinum, þá erum við búin að eignast nokkra nýja vini. Já, þá förum við frí, þá förum við aldrei í alvöru frí. Nei. Við kannski bara byrjum á Autocenter, bara örsnögt, Birkir. Segðu okkur aðeins frá Autocenter. Autocenter, það nú bara þannig að ef þú átt Tesla og verður fyrir tjóni, þá áttu bara að fara beint í Autocenter. Já, þeir eru, sko, ekki bara fyrstir, heldur líka fremstir þegar kemur að Tesla-verkstæðum. Ég held að þeir séu með 80% markastöld í dag og þeir segja bara, tókum bara allir kókuna. Þannig að við ætlum að koma með 100%. Já, Autocenter, kíkja á það. Þetta eru snillingar. En talandi snillinga, það komið að þætti kvöldsins. Gestur Chesa Dark öllum hnútum kunnugur hér, ekki að mæti fyrsta skipti. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fyrrverandi landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra, fyrrum forstöðumaður mennta- og nýsköpunarsviðs samtaka atvinnulífsins og fyrrum varaformaður Sjálfstæðisflokksins og menntamálaráðherra og sjálfsögðu núverandi formaður Viðreisnar. Þetta bara þessa ferilskrár, sko. Já, ég veit það. Sælir strákar. Sæl, verður hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir kærlega. Gott að vera komin aftur. Já, þetta svona, þetta alltaf, þegar að 1. janúar byrjar, þá hugsa ég alltaf hvernig fáið Þorgeir í ár. Já. Og það komið að deginum. Já, og þið svona brúnir og sætir og sælir. Já, allavega ég. Við erum ekki mynd, sko, þannig að við getum alveg logið því að ég sé líka brún. Já, lasta þá sem nei, ok, en við erum ekki mynd, bara Þorgeir. Já, sko, ef við byrjum á því, hvernig liggur á þess? Svakalega vel. Já. Þú nú líka brún og sæt. Já, maður búin að vera út í íslenska sumrinu og reyna að elta sumarið. Það gengi brösulega. Nei, bara mér líður mjög vel og maður svona, ég finna að ég sef betur. Já. Næ að hvílast, ég að reyna að kúpla mig alveg út og sumir eru mjög reiðir við, ég tek ekki alla síma, alla daga, en ég að ná að forgangsraða og svo var öll fjölskyldan heima núna, Gísli kom heim á Rannveig og við náðum að gera svolítið mikið saman, fórum norður og ferðist aðeins Norðurlönd, Húsavík og svona helstu staði, Akureyri og fleiri til þess að ná í góða verið eins og þú kannski veist, Leifur. Og ætlaði að spila meira golf í sumar, en eitthvað brasast í bakinu, en þá brýðum maður bara einhverja verkjatöflur og lætur sig hafa það. En þannig svona heildina, það var þetta búið að vera gott eftir að og náttúrulega það sem að maður hefur hort mikið á auðvitað Evrópukeppni í fótbolta. Það var algjör veisla í þessar vikur og ég ósammála þeim sem að töluðum keppnina, þetta hefur verið ekki skemmtilegu fótbolti. Ég fannst einmitt skemmtilegasta liðið vinna, fallegast og þó hafi ekki verið endilega mitt lið, það var í 3. sæti í mínu lið. Númer 1 var Holland og númer 2 var Þýskaland og þegar þau voru að fara út þá hélt ég með Spáni, alveg eindreið. Já, ég myndi að halda ef að Spánverðin hefði ekki tekið þetta, þá þjóðverðin voru næst bestir á þessum móti. Já, áttaliða úrslitaleikurinn einmitt á milli þeirra liða, maður sá alveg gæðin á báðum liðum, þetta var alveg frábær bolti sem var spilaður. Og svo komu hollendingarnir að vissu leyti á óvart. Já, gerðu það. Enda með minn mann þar fremstan í flokki, Virgil og Góti Gabbo, sko. Vill svo til að þeir eru báðir í lífi, ég kemur mig greið fyrir því. Já, ég var að hugsa, hvað tengi ekki við Holland? Já, einmitt. Fyrir utan hennar fallega appelsínugula lit og hvaða flokkur með appelsínu? Já, einmitt. Þannig við fyrum alla leit. Já, ég sammálaði þér, þetta var mjög skemmtilegt mót og skemmtilegu bolti, þó kannski Frakkarnir voru leiðilegir. Já, frakkarnir voru bara til miklum vonbrigðum þrátt fyrir þessa stórstjörnur og ég dáist mikið að mörgum þeirra og þú veist út frá pólitíkinni að hlusta á það sem að Mbappé hvernig hann steig inn í, þetta ekkert vanalegt í fótboltanum. En það undirstrikaði hversu miklir hagsmunir í húfi fyrir Frakkland, en fyrir Evrópu
hann var að undirstrika þessi og eiginlega dró svolítið fram hvað baráttan í dag í heiminum, við erum að sjá hann endurspeglast í Bandaríkjunum, getur komið að því og eftir, en þessi öfgaöfl, frelsi, það að taka tillit til fjölbreytileikans og svo framvegis og franska liðið í gegnum tíðina var ekki án þeirra sem hafa komið, það er þetta bara að nefna Zinedine Zidane, sko. Nákvæmlega, ég var einmitt að heyra í morgunni og góðu viðtalið hana Birtu og Rúf í brennsluna sem við vorum að tala sko að það skipti bara höfumáli í kosningunum í Bandaríkjunum hvort að Taylor Swift ætla að gefa út hvern hún kýs. Það getur bara munaði hver vinnur eða ekki, sko. Þetta er bara, skipti verið öllu máli. Ég vona að hún lendi réttu megin. Það fyrir betur það eftir. Förum við það. Já, sko, strúktúrmenn. Ég vil bara eiginlega vekja athygli á Binderholz-verkmiðunni. Hún er rosaleg. Já, hún er rosaleg. Ég þarf vel að fara þangað, sko. Hún sér CLT einingarnar fyrir strúktúr. Timbureiningar dag er gríðarlega áleitlegu kostur, bæði hvað var að gæði, hagkvæmni og vistfræði. Já. Og einingahús CLT, sko, bara vísið að vera þangað. Hvernig er þetta? Góð vísa, hún er aldrei ótt kveðin. Nei, það er rétt hjá þér. Einingahúsin frá CLT, Crosslink 3, strúktúr. En ef við förum bara beint í nýjustu frétti þá gerur. Fengu virkilega slæmar verðbólgutölur í grillið í gær og gæðsalar opnast verðbólgan er ekki að fara aftur á skrið en leiðina verðbólgumarkmiði Seðlabankans verður löng gæðsalar lókast. Megum við ennþá vera bjartsýn á vaxtalæknir á árinu? Ég ætla nú ekki að gerast meiri sérfræðingar heldur en helstu sérfræðingar okkar og þeir hafa svona allir frekar eða þau öll frekar dregið í land að vaxta lækkunarferli, þetta langþráða vaxtalækkunarferli muni taka lengri tíma heldur en fólk hefði búist við. Við munum líka að það var aðeins kippur aftur í verðbólgunni minnum við mig í mars þegar hún fór úr 5,9 eða 6 í 6,1, það var svona örlítil hækkun og þá sögðum menn líka það sama og núna, þetta er bara einu sinni og svo erum við á leiðinni góðri leið með að lækka verðbólguna en það gefst ekki betur en svo að þetta er niðurstaðan og það verður mjög áhugavert að sjá hvernig varandi kjarasamningarna hvort að þeir muni halda alveg fram á þetta endurskoðuna ákvæði á næsta ári en það er vont að það er verið að spá að við náum ekki verðbólgumarkmiðum Seðlabankans fyrir en fyrri part árs 26. Já. Og auðvitað, það er ekki þannig að þetta sé endilega eitthvað gríðarlega óvænt, sko. Þetta er, við erum að sjá mjög mikil ríkisútgjöld og það er ekki bara við í Viðreisn sem erum að gagnrýna það vinir ríkisstjórnarinnar á til dæmis Morgunblaðinu, hjá greiningadeildunum, hjá samtökum atvinnulífsins. Þau eru öll að benda á það sama og það er of mikið flæði í útgjöldum og það er við verðum að setja sem að tali leiðindamál og það er oft verið að segja við mann að þú verður að útskýra betur eða þú setur fram, þú talar útgjaldareglu þá sumir segja býti hvað ert að meina og það er einfallega þannig að ríki fari ekki í frekari útgjöld nema þessi búið að fjármagna, það er búið að gera grein fyrir því hvernig þeim verður fjármagnað og það er eitthvað sem að við í Viðreisn viljum að verði eitt af verkefnum eða verði sett inn í verkefnu áætlun nýra ríkisstjórnar að það verði einhver rammi sterkari settur utanum ríkisútgjaldi því að þetta er ekki að ganga. Síðan efnahagsstjórnin er slöpp af hálfu ríkisstjórnar, það eru útgjöldin. Það er ekki hægt annað en að leiða taluna aftur að krónunni. Þetta þarf ekki að vera svona. Þetta þarf ekki að vera svona. Og það er ekki þannig að sama hversu vel menntaðir fjármálaráðherrar eða forsætisráðherrar eru hverju sinni, hversu vel meinandi þeir eru og ætla að koma núna geta þeir. Við erum búin að hafa mjög sterka einstaklinga í gegnum tíðina. Við höfum verið tiltölulega lánsöm með einstaklinga þegar kemur að skipum þessara mikilvægu stóla. En það er ekkert að breytast. Og það segir manni að það er eitthvað að kerfinu. Fyrir þá að tala rót vandans en ekki bara einhverjar nýjar brellur til þess að svona afvegaleiða fólk af því að á endanum er það ekkert annað. Við erum búin að sjá þetta aftur ár eftir ár, áratug eftir áratug. Þannig að við verðum að fara átt okkur á því að þetta þarf ekki að vera svona, þessu þarf að breyta og við þurfum að einfallega að taka það samtal. Við erum að ræða núna fílinn í herbygginu eða eitthvað? Já, við erum að tala krónuna og ég held að við
sjáum það að þegar við lítum til dæmis Færeyja, af hverju verðbólgan þar ekki svipuðu hér, þeir eru minna samfélag, þeir eru meiri sem einhæfara atvinnulífi, við erum reyndar okkar atvinnulífur mun fjölbreyttara heldur en var hér á árum áður sem að var ein helsta röksemd að færsla þess að við ættum að halda krónuna því þá getum við stýrt þessu betur. En núna erum við komin blessunarlega með fleiri undirstöðu, við erum með sjávarútvegina og við erum með stóriðina og við erum með hugvirkaiðina og við erum með ferðaþjónustuna. Þannig að, og síðan að bætast inn í sjávarútvegina alls konar aðrar greinar eins og fiskeldi, þó að það sé umdeilt að þá það mjög verðmætaskapandi og mikla tekjur fyrir þjóðarbúið. Færeyjar með ferðaþjónustu, fiskeldi og eitthvað af sjávarútvegi. Þeir eru bundin við dönsku krónuna sem síðan aftur bundin við og tengt við evruna. Og þetta hefur leitt til þess að Færeyingar sem Danir fóru mjög hratt mun hraða niður með verðbólguna heldur en flestar aðrar Evrópuþjóðir, en gott og vel, hún verulega lág þar, kringum milli 1 og 2% núna, minni mig. Vextirnir hér verða alltaf 3 sinnum hærri heldur en annars staðar. Sama hversu verðbólgan er lág, þá við alltaf með þetta krónu álag, þennan krónuskatt sem lagður á heimilinu í landinu, og þess vegna finnst mér alltaf pínu hjákátlegt þegar til að mynda flokkur sem eitt sem kendi sig við hægri mennsku, sjálfstæðisflokkurinn að segja að hann sé ekki skattahækkanarflokkur. Hann hreinn og klár skattahækkanarflokkur meðan hann best fyrir krónunni. Hann að tala fyrir því að hverjum einasta degi lagður auka skattur á íslensk heimili, á íslensk fyrirtæki, ekki útflutningsfyrirtækin því þau eru fyrir utan krónuhagkerfi, þau eru búin að taka upp erlenda gjaldmiðla inn í sitt bókhald. Og meðan að menn að berjast fyrir því að ríghaldi í íslensku krónu, þá menn líka að segja við ætlum að leggja auka skatt á heimilin, við skulum bara segja hlutina eins og þeir eru, og þannig þetta. Ég hef stundum hugsað það að það búið að vera mjög áhugaverð viðtöl hjá okkur og fólk sem með mikla og góða ferilskrá í fyrirtækjarekstri og ef að það fólk væri og bara við hér, við værum að stofna fyrirtæki. Ef við værum að byrja að byggja land að nýju. Segjum að landið sé eyja. 103.000 ferkílómetra eyja. Og hún rík á náttúrulegundum, auðlundum, hún rík á mannauði. Alls konar tækifæri sem eru þarna í þessu landi og við ætlum að starta því núna. Við ætlum að byrja á að stofna þetta land. Myndum við byrja á því að koma á fót gjaldmiðli? Okkar eigin gjaldmiðli? Já. Sem þið veikasti gjaldmiðlinn í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Nei, það sjá það allir, við myndum aldrei fara af stað með svona veikburða, ógegnsæja, fallvalta krónu. Við myndum aldrei gera það ef við værum að starta Íslandi í dag. Þannig það komið tími til og þess vegna við í Viðreisn alltaf að segja og benda fólki á, þetta þarf ekki að vera svona, ekki komið tími til þess að við förum að takast á við þennan fíl í þennan stóra fíl sem er í stofunni. Já, klart. Kannski eitt sem ég langar að tala um að þú talaður að hvað kallar þetta, útgjaldaregluna, já, sem að meðal annars samtök atvinnulífs sem hafa verið að benda á og ég held að eftir í ljósi reynslunum af lögum opinber fjármál, lofið eins og það er kallað, þá held ég að við þurfum að taka mjög miklu skarpari skref varðandi útgjaldaregluna. Það allavega ljóst að þessi ríkisstjórn hefur engan heimil á útgjöldunum að mínum mati og við erum að detta inn í kosningaveitur og við forðum okkur frá núna verandi líka með framsóknarflokkin í fjármálaráðuneytinu. Ég ekki endilega vissum að það sé Guðblas Ísland og allt það. Já, einmitt að það sé það besta, en ég ætla bara að vona að þeim gangi vel með þetta, að sýna þetta aðhald og þennan aga sem þarf að vera. En það líka hvimleitt að talandi um innviða uppbyggingu og fleiri, það búið að hætta núna við samgönguáætlun. Það hefur ekki náð að afgreiða samgönguáætlun sem algjört lykilplagg fyrir
fyrir sveitafélög, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu, getum talað borgarinu, getum talað bara stoppbrautir, við getum talað flugvöll og svo framvegis en líka, og hafnir, en líka ekki síst út á landi og það náttúrulega eftir samtölum við fullt af sveitarstjórnarfólki að þá það algjörlega snarbrjálað yfir því að þetta skulle ekki vera afgreitt. Og þá alltaf verið að benda og það vantar fjármagn. Við erum að setja, að því við erum með krónuna, þá erum við að taka pólitíska meðvitaða ákvörðun það að setja bara á þessu ári 60 til 80 milljörðum meira í vaxtakostnað heldur en allar aðra þjóðir. Og svo fólk að lofa öllu fögru það þurfa að gera þetta í innviði uppbyggingu, samgönguáætlun, heilbrigðismálunum, það þarf að efla enn frekar mennta- og nýsköpunarmál. En maður vil ekki horfa á þennan stærsta útgjaldalið, eða þriðja stærsta útgjaldalið ríkissjóðs, sem eru vaxtagreiðslur. Og það það sem að við í Viðreisn að segja, jú, við þurfum aðhald í ríkisrekstri, við þurfum að stoppa útgjöldin, allavega að vera með fjármögnu, en förum og ráðust á þennan óbærilega vaxtakostnað sem að til staðar. Og mér finnst slæmt að sjá hvað fólk almennt blind á það að gera það ekki, en vil þó leið fagna því að hluti að verkalýðshreyfingunni er að vakna og Vilhjálmur Birgisson náttúrulega mjög nálægt alltaf sínum umbjóðendum og hann sér að þetta gengur ekki og hefur verið að kalla eftir því að það verði skipuð nefnd óháðra útlendra sérfræðinga. Við erum búin að upplifa innlenda sem voru ekki óháðir sérfræðingar sem hefur það markmiði og að bara viðhalda krónunni. Við þurfum bara einfallega að byrja að taka þetta skref og fá þetta óháða mat erlendra sérfræðinga á því hvernig krónan að skila sér inn í íslenskt hagkerfi og hversu mikil skaðvaldur hún fyrir íslensk heimili og ekki síst lítil og meðalstór fyrirtæki. Algjörlega, og við munum koma örugglega betur að þessu á eftir, en sko að þú tala útgjaldaregluna, þú veist, talandi að við varum að búa til nýtt land eða nýja eyju, hvernig það sko, nú maður bara að reka sitt eigið heimili og við erum að reka fyrirtæki og það svona nokkuð mikið common sense að eyða ekki umfram það sem þú aflar. Ég held ég. Einmitt. En það greinilega ekki. Allavega ekki hjá ríkisstjórninni. Nei, það alveg ótrúlega sárt að horfa upp á þetta því að ef að það einhver, ég búin að fá mjög marga tölvupósta núna á umliðnum svona 2 árum sem hlutfallslega fjalla meira efnahagsmál, meira krónuna og meira einfallega greiðslubyrði almennings, venjulegra heimila hverju þau standa frammi fyrir. Við vitum að þessu að bara venjulegt 40 milljón krónar lán með breytilegum vöxtum. Ég sagði nú sorgarsöguna mín einu sinni. Já. Þú brotnaði bara niður þegar það Já, þetta bara, þú veist, það fullt af svona sögum að þessar mánaðarlegu afborganir fara úr 190, 200.000 kall upp í 380-400 kall. Og þetta fólk sem bara meðaltekju fólk og sem við erum að tala skrifstofafólk, hjúkrunarfræðinga, læknalögfræðinga eða smiði eða hvað, það bara venjulegt meðaltekju fólk sem að stendur frammi fyrir þessu og aðalega þetta ungt fólk. Og hvað gerir það? Gerir nákvæmlega það sem þú varst að segja. Sest niður, hvar getum við sparað? Hvernig getum við komast í gegnum þetta? Ríkissjóður ekki að gera það. Nei. Miklu frekar togstreita við ríkissjóðnabarðið, finnst mér hver getur farið út með mestu útgjöldun og það hefur ekki verið haldin í blaðamannafundir öðruvísu heldur en að það verið að lofa alls konar. Þau eru flinkið því að halda blaðamannafundi ekki neitt annað heldur en þetta stóra mál að auka útgjöld. Já, algjörlega. Þannig að, já, það það sem ég hefði vilja sjá þessa ríkisstjórn gera betur og taka meira afgerandi skref, en það ekkert að breytast og hún mun fá meira ofið í kvöld, ég get lofa því. Já, við náttúrulega mér finnst samt vera ákveðin, mér finnst vind átti vera aðeins að breytast sko, af því að þetta búið að vera sko, alveg síðan í COVID þegar Sparna náði í hámarki, eysla var nánast engin og alla buttur fullar sko, núna einhvern veginn seinasta snjóingin að detti hús eins og talar margir að detta úr 190.000 króna afborgun upp í 400.000. Mér veist, það gerir líka þessar sumarútsölur, allt í hennu bara alvöru afslættir, maður hefur ekki séð það lengi, fyrirtækin vilja að koma vörunum sínum út, það greinilega aðeins farið að sverfa að. Klárt, við sjáum bara afkomuviðvörun eftir afkomuviðvörun eftir afkomuviðvörun hjá öllum. Það að hægja á hagkerfinu. Það að hægja á hagkerfinu og
ferðamannabransinn, hann heldur betur líka að kólna. Sjáum það líka, sorry gripið fram fyrir þér, en þú veist við sjáum það líka bara, sáum uppgjör Play í gær, við sáum uppgjör bankana í dag, Arion og Íslandsbanka og það bara, þetta að kólna og það er samdráttur í hagkerfinu. Það enda sko, fyrst þú minnist á Kauphöllina sko, að sjá, ég veit ekki, milljarði í veltu á samtals á öllum fyrirtækinu, bara 4 milljónir niður 4%, bara eitthvað stórt eða skilur við eitthvað stórt, en þetta er engin mark, að við erum að tala um veika krónu, hvað þá veika Kauphöll sko, í krafti smæðar. Algjörlega. Já, þetta er hérna. Svo erum við ekki búin að tala um all hliðaráhrifin sem að breyting á gjaldmiðli myndi hafa í för með sér. Eins og meðalans aukna samkeppni. Innspýtingu fjármagns erlendis. Já, innspýtingu fjármagns erlendis. Við megum ekki gleyma því að lífeyrissjóðnir eru meira og minni í höftum sem nemur einni landsframleiðslu. Á hverju fá þeir ekki frelsi til þess að fjárfesta, þú veist, annar staðar. Þeir eru 60% af Kauphöllin. Já, nákvæmlega. Og þeir eiga meira og minna bankana sem eru síðan í viðskiptum við stærstu fyrirtækin sem eru vel að merkja, líka eigu lífeyrissjóðana, þetta er ekki heilbrigt. Og fólk, þess vegna erum við að tala um þetta, það er ástæði fyrir því að við erum að benda á þetta. Þetta er skaðvaldur, þetta er breyta sem að ýtir út jöfnum tækifærum í íslensku samfélagi. Meðan krónan er hérna, þá er ekki jöfn tækifæri í landinu. Klart. Þetta eru góð lokaorð til að binda enda þessu umræðu. Að minnst það kosti í bili. En TM þegar þú og þitt fólk vex og dafnar í lífinu og þegar ykkur færist eitthvað í fang þá passar TM upp á að þið séu með rétta tryggingar og þeir munum grípa ykkur líka ef eitthvað kemur fyrir. Þú vilt vera á TM, fáðu tilbúið á tm.is og maður er ekki bara að talið, maður er líka að labba labbið eins og við segjum á ömulegri íslensku. Nú er ég leita húsnæði og hérna fasteign að kaupa og að sjálfsög er ég að fara að tryggja mig hjá TM. Það er engin spurning, en ánægðustu viðskiptaundinni þar. Fiskveiðistjórnarkerfið. Það er auðvitað ekki leyndarmál að XD og sjávarútvegurinn eru í miklu ástarsambandi. Hvernig eigum við að rukka fyrir auðlindirnar? Það er ekki það því að vera í einhverju ástarsambandi Þú ert ekki á móti ástinni? Nei, ég er bara ekki á móti ástinni. Það er bara enga veginn hérna. Ástin er svo mikil frumkraftur en hún getur líka blindað sín. Sko fyrir það fyrsta íslensku sjávarútvegur er náttúrulega magnaður eins og hann er í dag og við höfum náð ótrúlegu hagnýtingu og hagræðingu í greininni. Við erum að fá miklu meira fyrir þorskkíló í dag heldur en var bara fyrir 30 árum. Allar þessar breytingar, það voru sársaukafullar fyrst breytingarnar 84 yfir í kvótakerfi, síðan framsalið sem var leyft á tímum vinstirstjórnarinnar 89-90. Lykilatriði líka til þess að ná fram þessari hagræðingu. Og síðan náttúrulega niðurstaða auðlindanefndar undir forystu Jóhannesar Nordal árið 2000 sem að segir alveg skýrt að það þurfa að greiða auðlindagjöld fyrir þennan aðgang, þessi í rauninni þennan enga aðgang útgerðarnar að sameiginlegri fiskveiðiauðlind þjóðarinnar. Meðan að kvótakerfi gekk eftir, framsalið gekk eftir, það hafa auðlindagjöldin ekki gengið eftir. Ekki með þeim hætti sem að var lagt upp, að það væri alveg skýrt að þetta væri raunverulega auðlindagjöld fyrir þennan aðgang og við í Viðreisn við höfum sagt að því við treystum markaðinu, við einfallega bara treystum því að markaðinu getur svolítið fundið þetta verð og við höfum sagt, fyrsta lagi, það voru algjört lykilatriði sem að líka kom fram hjá auðlindanefndinni að það þarf að tímabinda samninga. Þetta er svona pínluti formalismi. Þetta skiptir bara svo miklu máli fyrir þjóðina og að hún geti treyst við að hún eigi þetta. Og lítil birtingamynda var meðal annars þegar var allt brjálað núna út á lagseldinu. Þeir áttu bara að afhenda ótímabundið firðina í landinu og ríkisstjórnin hélt hún gæti komist upp með þetta. Það var náttúrulega algjör... Í skjóli nætur dálítið, fannst manni? Já, í skjóli nætur héldu þetta væri bara mál sem að myndi fljúga í gegn en því betur fyrir að þá voru við í Viðreisn á vaktinni og bentum mjög harkalega á þetta að því þetta er algjört prinsip. Og þetta er það sem að ég sem formaði Viðreisnar við formannaborðið þegar við höfum verið að tala saman formunirnir á umleiðnum 7 árum undir varðandi stjórnarskrárbreytingar að þá hef ég alltaf lagt rík áherslu á það að við verðum að snerta á ekki bara
forsetakaflanum og jöfn, eitt maður, eitt atkvæði, sko, jafnt atkvæðavægi, heldur líka að auðlindirnar séu í eigu þjóðarinnar, það verða að koma sterkt auðlinda ákvæði inn og það afnota þeim verði alltaf tímabundin. Getið þið samt ekki fara að hætta með þessa stjórnarskráfundi? Það ekki að fara að breyta þessa Jú, stjórnarskrá. ég ætla bara samt að vona það og ég ætla bara að fá að vera pínu Pollýanna að sko Katrín Jakobsdóttir, hún búin að leggja gríðarlega góðan grunn að ákveðnum atriðum. Okay. Og þá ég að tala um forsetakaflan, ég að tala um umhverfisákvæði, ég að tala um íslensku ákvæði og svo helst náttúrulega auðlindaákvæði sem að við erum búin að tala okkur mjög langt en það þetta prinsippmál, það vantar þetta orð inn í tillögugreinina sem nú leggja fyrir tímabundið og ef að það inni að þá mjög auðvelt að samþykja þessa breytingar sem ég hef verið að tala um í þessum 4 köfnum, forsetakafla, umhverfisákvæði, íslensku ákvæði og síðan auðlindaákvæði og það getur vel verið að til viðbótar sé hægt að skoða dómstólakaflan og jafnvel fleiri kafla. Ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn þarna og mér sýnist það að Bjarni sem forsætisráðherra ætli að halda áfram með þessa fundi og hann hefur gert það, hefur boðað til nokkra funda og ég vona að það sé ekki allt í einu einhver breyting að það verði einhver gæluverkefni sem að hann pikkar allt í einu núna því við vorum búin að koma okkur saman ákveði ferli strax 2017 þá sögðum við gott og vel, þetta 8 ára ferli kláru fyrst á fyrstu 4 árum þessi ákvæði sem ég var að tala og svo seinni 4 árin að þá förum við önnur verkefni. Náðum ekki að klára hitt, höldum áfram með þau og af því að þar liggur gríðarlega mikil vinna sérfræðinga samtal okkar formana og sem ég til hafa gefist vel þannig að ég ætla enn sem komið að vera bjartsýn og eins og ég segi einhver Pollýanna og ég mun gera mitt til þess að þessa breytingar ná í gegn en ég kem enn og aftur að tímabundnu ákvæði auðlinda inn í stjórnarskrá og þess vegna tengi það meðal annars við sjávarútveginn. Það væri gríðarlega mikið fengið ef að við fengjum þetta tímabundna ákvæði inn í stjórnarskrána. Já, Viðreisn vill markaðsleiðina. Við viljum að það verði gerðir samningar til 20 eða 30 ára með ákveðna prósentu á hverju ári sem að endurnýjast og treysta markaðna þá til þess að meta gjaldi sem slíkt. Við erum auðvitað líka alveg til í hvaða samtal sem til þess að fá á endanum þetta auðlindagjald sem að þjóðin á rétt á, sem að þetta réttláta gjald. Útfærslan auðvitað náttúrulega bara samkomulags atriði meðal stjórnmálana hvernig það verður útfært en þetta algjört prinsippmál með tímabindinguna og það okkar skoðun að markaðsleiðin sé skynsumust, hún er gegnsæjust. Þá ekki verið að möndla með þetta, þá stjórnmálafólki í dag veit engin nákvæmlega hvernig nema kannski 1 eða 2 menn í fjármálaráðuneytinu og hugsanlega 1 hjá SFS sem auðlindagjaldið reiknað út og svo þetta alltaf eitthvað fiff í gangi þannig á endanum eru auðlindagjöldin greiðsla þeirra og grunnur að mínum að ekki nægilega gegnsæ og gegnsæi líkitinn líka trausti. Þannig að já, ég tel að við getum náð þessari sátt þessa mikilvæga atvinnugrein okkar sem að skila mjög miklu til samfélagsins og þjóðarbúsins en það verður ekki gert öðruvísi heldur en að almenningur og hans réttur almennings verður undirstrikkur og það ekki þessi ríkisstjórn að fara að gera og mér sýnist það verða mjög erfitt að því þið töluðum Sjálfstæðisflokkin að það verði erfitt að ná þeirri sátt nema það verði einhver ákveðin breyting innan raða Sjálfstæðisflokksins að hann annars vegar samþykki tímabindingu heimilda. Eins og ég segi, mér varst gott að því leitinu til að fiskeldismáli kom fram að því það opnaði svolítið augu þá byrjaði fólk að kveikja tímabundin leyfi, þau skipta máli. Og það það sem að við í Viðreisn að segja, þetta skiptir máli líka fyrir stóru sjávarauðlindina og síðan við til í þetta samtali hvernig við útfærum réttlátt og sanngjarnt gjald en það verður að vera miklu meira afgerandi heldur en núna, það liggur alveg ljóst fyrir. Erum við ekki líka að tala þegar við tala um markaðsleiðina, ekki að tala 5-10% af kvótanum eða eitthvað svoleiðis? Jú, að það fari 5% á markaðar á hverju ári. Já. Að 5%, þú tryggir þig og í rauninni ertu miklu
segjum að þetta sé til 20 ára, þá þetta 5% á ári og þá ertu tryggur með 95% til næstu þá 19 ára, þannig að þetta fólki finnst þetta flókið en mér finnst þetta að vera mjög einfalt því að 5% það er að tala 4-5% markað á hverju ári og markaðurinn sér það hver verðlagningin fyrir þá auðlindirnar sem slíkar en það líka hægt að reikna þetta með öðrum hætti en það engin sanngirni í þessu kerfi eins og það núna og sanngirnin lítur að almenningi, hún lítur ekki að útgerðin búin að fá allt, það sem ég var að reyna að segja útgerðin fékk kvótakerfið við þurftum líka að fara í það, útgerðin og fékk svolítið frið að byggja þau fékk friðin í gegnum framsalið og hefur fengið ákveðin grunn til þess að standa á núna þarf útgerðin að skila sanngjarnu, réttlátu auðlindagjaldi til þjóðarinnar og leið viðurkenna það með afgerandi hætti að auðlindin í eigu þjóðarinnar og það gerur hún með því að segja já við tímabindingu leyfa. Amen. Já, þetta nefnilega svo áhugavert með tímabindingu og einmitt eins og nefnið sjókvíaeldið sem að því við þurfum að vera á varðbergi og þetta eitthvað sem að þú veist, ég ætla ekki alveg fyrir almenning en svo ég tala bara fyrir mitt leiti mann hætti til að gleyma svo pæla ekki í þessu af því að maður hefur nógu sinni kunnu í lífinu en þú veist, en svo þetta einmitt ef við tökum bara sjókvíaeldið, það fór náttúrulega fyrir brjóstaða fólki að því að það sneri einnig að ánum, sneri að íslenska laxastofninum og eitthvað sem væri kannski óafturkræfðar breytingar á stofnunum okkar en það sem einmitt þú veist og svo þetta í umræðinni, en það sem við sjáum líka að þarna eru stórfyrirtækin líka erlend að lobbya fyrir því einmitt að þau get ekki byggt upp greinina nema þá að eignast fyrir okkar og þarna koma tímabundna þú talar tímabundin leyfi við erum ekki að tala 5 ár eða 2 ár eða 6 mánuði, við erum að tala 20 til 40 til 50 ár, þetta hálf mannsæfi Já, kannski ekki alveg 40-50 ár, þú veist, það erum við með í orkumálunum, þar allar auðlindir okkar eru tímabundnar allt frá byggingarleifum sem lóðum ríkisins sem eru tímabundnar yfir í síðan náttúrulega nýtingu orkuauðlinda og svo framvegis. Við erum að tala fiskeldið í núgildandi lögum 16 ár. Það dæmi tímabindingu leyfa og við verðum að skilja að þeir sem að fjárfesta eins og í sjávarútvegi eða fiskeldi eða hverju sem að það þarf náttúrulega að vera einhver fyrirsjáanleiki og ég nenni ekki alltaf, við fáum alltaf að heyra já ef þetta verður svona eins og þeir að segja þá ekki fyrirsjáanleiki, við erum ekki að tala 1-2 ár það með spurningunni það bara, við erum ekki að tala 1-2 ár við erum að tala 15 til kannski 25 ára til þess að það verði fjárfest en í fiskeldinu, þar þurfum við að læra því sem að hins vegar búið að gerast og ég held að leið og það stefna virðisnar að við eigum að halda áfram byggja fiskeldi en gera miklu sterkari kröfur og strangari og við eigum óhikað að gera það og við eigum að vera með ströngustu reglur varðandi fiskeldi, varðandi þær kröfur sem að við gerum til náttúruauðlindana, umgengni við náttúruna og vera bara miklu harðar að því ef að fyrirtækin eru að missa 70-80 þúsund fiska út hjá sér að það bara varði sviptingu allavega tímabundið. Eitthvað sem að raunverulega tekur í að því það eru líka svo miklir aðrir hagsmunir sem að í húfi og ég held að og sannfærður það, við sjáum það líka bara á stóra fiskveiðistjórnarkerfinu. Við erum að fá fyrir okkar afurðir, þorskafurðir, talaðum áðan að við erum að fá miklu meira fyrir þorskíló í dag heldur en fyrir 30 árum. Við erum líka að fá meira fyrir þorskíló heldur en aðra þjóðir. Af því við erum með þennan stimpil, við erum umhverfisvæn þjóð, við viljum nýta þetta á grunni sjálfbærni, á grunni vísindalegrar ráðgjafar. Og ég sannfærður það ef að fiskeldisfyrirtækin halda áfram eða fara í það að gera ströngari kröfur og krefjast þess bara og taka undir það að það verði strangari kröfur þá leið verða verðmætin þeirra afurðir verðmætari heldur en hugsalega annara samkeppnisaðila. Við fáum það meira fyrir hver kíló af laxi úr eldi heldur en til að mynda Færeyingar eða Norðmenn okkar helstu samkeppnisaðilar og það gerum við ekki nema að það sé alveg skýrt
að við erum með þessa ríku kröfu til umgengni við auðlindirna, umgengni við náttúruna og við verðum að segja svo við vitum einfallega ekki nægilega mikið til þess að vera of mikið að slaka á klónum. Við verðum að hlusta á vísindamenn í þessu, við verðum að skoða bæði hvað Hafró gerir en líka reynslu annarra þjóða og þó að það hægi kannski einhverju vexti til næstu mánaða og missera að þá það þess virði til lengri tímaliti þannig að já við höfum að halda áfram að byggja upp fiskeldi en við verðum að gera miklu ríkari kröfur og þora að setja það fram norskir risar í sjávarútvegi fiskeldi hafa ekkert með það að gera að stýra því hvernig umhverfi við setjum fiskeldi hér. Nei, klart. Það svo merkilt að fylgjast með þessari umræða því að þú ert annars vegar með lobbyistana sem að lobbya fyrir því að fá þetta í gegn og segja að það ekkert að þessu og svo ertu með bara hinna lobbyistana sem eru alfarið á móti þessu og þú veist, þau getur gert það fullkomlega, þau myndu samt finna eitthvað að þessu en þú veist, þannig að eina sem getur kannski treyst fréttin sem að heyra sleppingarnar og það hafa verið sleppingar, þú veist, það hefur verið einhvern veginn, hafa verið vankantar á umgengni í kringum þetta allt saman og það eru þetta hellingur í húfi í íslensku ánum og bara góðum bara mjög mikið, þetta er verðmæti mikil í gegnum íslensku ánar en svo má ekki líka heldur glemma það alls konar annað eins og til með laxalúsin átti ekki að vera svona mikil til að byrja með meðal annars út af hittast í sjónum hér með öðrum hætti heldur en aðeins hærra heldur en lægra heldur en annars það en við erum að sjá þessa miklu laxalús verða að veruleika og við þurfum einfallega að fara varlega. Förum varlega, tökum eitt skrif í einu, förum ekki alveg í þrístökki strax. Já. Er ekki allt til staðar á Íslandi? Við erum með heita vatni og ferskvatni. Er ekki allt til staðar til þess að vera bara með gott landeldi? Jú, það er alveg ekki spurning. Og sleppa bara hinnu þá, mögulega? Sko, ef að við skoðum söguna, 2004-05, að þá ákveður löggjafinn að það verði ekki fiskeldi við Ísland nema á 3 stöðum og það er á Vestfjörðum Eyjafjörðinu sem ekki að fara í núna og síðan fyrir austan og eftir því hefur verið unnið og það er slæmt ef að fyrirtæki eða sveitafélög ekki síst að þetta hefur haft gríðarleg áhrif á sveitafélög meðal annars á Vestfjörðum ef að þau get ekki treyst því að þau lög sem að eru samþykkt að það sé ekki hægt að vinna eftir þeim. Það breytir ekki því að lögin geta tekið breytingum og lögin geta gert þessari ríkari kröfur. Þannig að það sem ég er að segja, mér þætti það ósanngjarnt þegar sveitafélög, brothættar byggðir sem við erum alltaf að segja, finnið nú eitthvað nýtt, gerið bara eitthvað annað og tíni fjallagrös. Þegar þau eru loksins búin að svona finna einhverja undirstöð komið þessu, þú veist að þegar húsnaði ég er að heyra allir með svo Patró að manneskja sem keypti hús á 17 milljónir geti selt það núna 70 milljónir þetta eru raunverulega breytingar fyrir fólki sem að þarf að búa og lifa og starfa í landinu og þetta er veruleiki sem að við í stjórnmálum verður líka að taka tillit til en leið verðum við líka að reyna að sannfara fólkið á þessum svæðum að með því að gera strangari kröfur til fyrirtækjana, gera strangari kröfur til þeirra sem að umgangast þessa viðkvæmu náttúru, þá erum við ekki að fara að segja við ætlum ekki að starfrækja þetta, en þetta getur hugsanlega tekið lengri tíma í uppbyggingu og ég myndi gjarna vilja sjá fram á það að til lengri tíma að þá erum við ekki að fullnýta, það verður ekki væntanlega fullnýtt í Eyjafjörðinu sýnist mér, en við erum að fara miklu meira og stefna því innan einhverja x ára að það verði meira landeldi. En hvað gerir landeldi? Landeldi kallar á náttúruauðlindir, kalt vatn og ekki síður mikla orku. Og þá erum við komið líka að risa máli í íslensku samfélagi að þessi orku stöðvun sem hefur verið meðan þessi ríkisstjórn hefur verið alveg frá því það hefur ekkert byrjað frá því að þessi ríkisstjórn tók til starfa núna fyrst er eitthvað að koma en við sjáum það að Landsvirkjun óskaði eftir leyfi fyrir virkjunni fyrir austan í Þjórsá og hún
hafði gert ráð fyrir í Landsvirkjun að þetta myndi byrja 22, nú 24 og það líklegt að við byrjum ekki fyrir fyrsta lagi hugsalega núna á þessu ári en væntanlega ekki fyrir 24-5 sem að við sjáum einhvern gang og við verum ekki komið með fulla orkunýtingu þá fyrir 27-8. Það verið að tala að það er ákveðin orkuskortur. Mér sýnist orkuskorturinn vera vegna þess að það vantaði pólitískar ákvarðanir. Að það þurfti einfallega ríkisstjórn sem að hefur ekki eitt allri sinni eigin orku við ríkisstjórnarborðið. Heldur hefði mátt miðluna þess út. Og þetta er risa mál fyrir okkur að við verðum að halda áfram með í þeirri vegferð og þeirri leið að afla meiri orku, sína það allar skýrslur að við þurfum meiri orku, við getum náðin í gegnum vindorkuvinni, það þarf náttúrulega að skerpa á rammanu þar, það þarf að vera alveg skýr, það þýðir ekkit vilt að vestrið, við verum það má ekki, við megum ekki láta undan þrýstingi þeirra sem að vilja vaða beint í vindorkuna, við þurfum að hafa ramman skýran, við viljum vindorku, en það þarf að gera það skynsamlega, við þurfum meiri orku að minnstakosti og það þarf líka að vera skýrt að öll svo orka sem að ný orka sem að við náum í, hún fari í græna atvinnustarfsemi, græna uppbyggingu. Þar með til landeldi, ég sé fyrir mér aukna grænmetisframleiðslu svo einhver dæmi síðan um græna uppbyggingu. En þetta er hlut af máli sem að ríkisstjórnin hefur ekki komið frá sér. Ég fannst einmitt áhugavert þegar sjálfstæðismenn alltaf að kenna vinstri grænum alla þessa orkustöðuna þegar formaður vinstri græna núverandi sagði orkumálaráðherra hefur ekki komið eitt einasta mál sem að hefur ekki verið einingum eða samþykkt í ríkisstjórn. Kingulli? Já, bara Guðlaugur Þór og þeir sem hafa verið forverar hans í embætti og það vill svo til að það er sjálfstæðisflokkur sem er búin að stýra iðnaðarráðuneytinu og orkuramálunum í meir en 10 ár og þetta hefur ekki verkast betur en svo að við erum búin að henda okkur sjálfum þjóðinni í ákveðna sjálfveldi þegar kemur að orkumálum. Er ég með þess að segja að við eigum ekki að gæta náttúrunum? Nei, við þurfum náttúrulega þessar enn og aftur ríkar kröfur, allt það, en við getum ekki hort fram hjá því að við þurfum meiri orku, trygga orku, örugga orku fyrir heimilin, fyrir litlu fyrirtækin, fyrir nýsköpunarmálin og fyrir græna atvinnustarfsemi. Hún er ekki til staðar. Er hægt að virkja þegar vinstri grænir í ríkisstjórn? Já, ég held að það sé alveg hægt. Það er að fara vonandi að stað. Ok, þetta er búið að dragast þessi ár, en það er ekki vinstri grænum að kenna. Gulli talar alltaf að hann hafi rofið þessa kirstöðu sem var. Já, það er sko... Já, hann byrjar að tala ramman og segja að það skipti öllu máli. Það er allavega ljóst að þessi ríkisstjórn hefur ekki verið að taka þau skref sem að við þurftum að taka til þess að forða okkur frá þeim orku og skorti sem að við hugsanlega getum og munum standa frammi fyrir. Við getum ekki farið í alla þá atvinnuuppbyggingu sem að við viljum fara í strax af því að það er ekki til næg orka og það náttúrulega forgangsorkan á að vera til heimila og minni fyrirtæki. Algjörlega. Það er ótrúlegt. En þetta er hvað sem að við erum að tala um orkumálun eða ýmis önnur mál. Þessi ríkisstjórn hún var kannski nauðsynleg 2017 til 2021 á erfiðum tímum og allt það með COVID og bara búin að vera ákveðin pólitísk óreiða svo við segjum það en það blasti við að framhald þessarar ríkisstjórnar að þau myndi ekki fara að leysa stóru málin en það sjáum við það að svona, þau glíma við það vanda sem er leiðilegastur í pólitík sem ég eiginlega hef minnst þól fyrir mest óþól fyrir að það er þegar fólk í stjórnmálinn getur ekki tekið ákvarðanir og er bara í hummi og hæ og þess vegna segi það bara nei ekki fucking nei, segi það bara nei en ekki halda fólki bara
alltaf bara fram að einhverju biðstofu. Já, mér finnst Fólki og fyrirtækjum. Já, ríkisstjórnin dálítið svona eins og hjón sem eru löngu skilin eru saman fyrir börnin en þau eru fyrir stóluna. En svo líka, sko, þú veist, krakkin, sko, hann þarf að vera emjandi úr tampinu til þess að hann fara til tannlæknis. Við tölum sko, aðald í ríkisrekstri og sama með stelpuna sem að bara, hún á engin föt, bara bókstaflega engin. Hún í keisaranum. Ég veit það. Já, ok, við þurfum að fara í búðina núna. Bara þetta orkumál. Þetta alltaf einhvern veginn bara leiðar og seint að grípa rassinn, þá fara þær að fálma. Sama með áfengis löggjöfina og, nei, ég skal ekki byrja því. Við vorum að tala um orkuskipti og það tilkynninglegur. Við erum nú eignast nýja vini. Talandi orkuskipti. Við erum komið með official car. Heldur betur. MG. Hvorki meira en minna. Sá kínverski. Hagstæði rafmagnsbíla fyrir fjölskylduna verði á með gott, tækni, gæði og drægni upp á 10. Hefur séð þessa glæsikerru á vegi? Sko, við erum að fara að keyra svona bíla. Já, en sko, þetta er smá eins og gameskip, sko. Þetta er bæði að utan sem innan. Þetta er fáránlega flottir bílar. Ég var að senda á hann í dag hvernig fæði bílið minn, sko. Rafbílalínan er nokkuð breið, svo flestir ætti geta fundið eitthvað fyrir sitt hæfi, hvort sem við verðum lítinn bíl eða fjölskyldubíl. MG er líka 100 ára í ár, bara til að segja ykkur það. Við færum okkur yfir landbúnaðinn en orkuskiptin þá var í búið MG og þeir eru ekki ánum ríkisstjórnina. Erum við búnir eða? Erum við búnir í orkuskiptin? Já, getum alveg tekið það meira eftir en ég er bara með svo drekklaðin þátt að við verðum að halda vel á spilunum. Næst er að landbúnaður, talum ástarsambönd, sjálfstæðarflokkurinn og LÍU. Svo ertu með annað fallegt ástarsambönd. SFS, já. Pabbi sér alltaf LÍU. Skiljanlega. Það er landbúnaðurinn og það er ástarsambandi á milli framsóknar landbúnaðarins en það er þetta nú bara bændaflokkur og þetta er nú eiginlega bara 4 framsóknarflokkar hérna, þetta eru þessir ríkisstjórnarflokkar og svo pluss miðflokkurinn. Ég ætla bara að byrja á að spyrja bara, ef ekki bara leggja niður íslenskan landbúnað? Fyrst að hann er ekki borga, við erum að borga með honum. Meinar þetta? Bara aldrei. Nei, ég meina, ég er bara, sorry, kannski er ég ruglaður, ég er hægrisinnaður, ég bara, ef við erum að greiða með einhverju þá er ég bara svona, nei, okkur er að gera það. Lefum bara þeim sem eru sérfræðingar að gera þetta. Nei, ég er bara algjörlega ósammálaður. Ég held við sérst að segja þetta til þess að storka gömlu, sko. En nei, íslensku landbúnaður, það er eiginlega það sem er svo frábært þegar maður er búin að heimsækja núna bændur víða land og sjá hvað er í gangi. Það er alveg ótrúlega mikill kraftur þrátt fyrir mikla erfiðleika og þeir náttúrulega vandi landbúnaðarins er mikill en stærsti vandinn, enn og aftur fjármagnskostnaði bænda er að fara langvest með það. Af þessum 12 milljörðum sem að bændasamtökin voru að biðja aukinn styrk að þá voru 5 vegna fjármagnskostnaði, fyrst og síðast. Og það byrja að tala um hagstæðari lán og fleira. Ekkert óskiljulegt fyrir bændur en við skulum þá bara fara enn og aftur að því sem að þarf að breyta og það er náttúrulega enn og aftur gjaldmiðillinn. Okkur er við að styrkja bændur? Jú, við þurfum náttúrulega að halda uppi landbúnaðarstefnu. Það er allstað að verið að styrkja landbúnað. Og við hlutvarslega með að við aðra þjóðu erum við að gera það meira en við erum náttúrulega búum á eyju og við viljum vera helst sjálfbær sem mest við getum. En það sem er sorglega í þessu að við erum ekki með kerfi sem að á endanum raunverulega stiðu við bændur sem raunverulega hjálpa þeim. Þegar mér finnst þið vera fastir í ákveðnum hlekkjum milliliða og úreltskerfis sem er ekki að taka tillit til meðal annars breyttra neytendanotkunar og neytenda svona krafna. Umhverfið er með allt öðrum hætt og ég held að það væri hægt að, og ekkert held, ég er sannfærður það að bændur með tilliti til líka umhverfismála þeir, ef þeir fengju meira frelsi og eru þið styrti bara til þess sem að þeir teldu henda best fyrir jörðina. Það er engin sem að hugsa jafnvel jörðina heldur en bændur sem að kunna á landi. Að ef að þeir fengju þá tækifæri einfallega til þess að fara í einhverja jarðræktarstyrki eða fleira sem að heldur og viðheldur jörðinni sem að væri skynsamlegast að þeirra mati. En við þurfum að framleiða vörur eins og við erum með frábæra mjólk og mjólkurafurðir, við erum með náttúrulega gott kjöt og svo framvegis en ég tel að það sé ferðarana virði fyrir alla og okkur öll að ræða það hvort að við eigum þá að styrkja landbúnaðinn enn frekar gegn því að við losum tolla. Vernda tollana. Já, vernda tollana og komum upp skýrum leikreglum samkeppnismál. En ég vil líka meðal annars draga fram að
ég held að í ljósi þeirra reynslu sem að aðra þjóðir innan ESB hafa upplifað ein mesta svona gagnrýni sem kom á sínu tíma við umsókn Finna í Evrópusambandið kom frá finnskum bændum. Þeir vil ekkert breyta í dag. Nei. Þeir eru með ákveðna vörni sem að felst meðal annars í því að vera með ræktun norðarlega. Mér minnir að það sé 60 gráðu reglan og við náttúrulega Ísland allt norðan við hérna 60 gráðunar þannig að við fengjum einhverjar sér meðferð og ég held að myndi hjálpa mjög mikið fyrir okkur að fá, ekki síst íslenska bændur, að sjá einfallega svart og hvítu hvað landbúnaðarstefna, því Evrópusambandið með gjörbreytta landbúnaðarstefnu frá því bara fyrir 20 árum, 30 árum, líka 10 árum. Það ýmsa breytingar sem hafa orðið og ég held að það væri betra fyrir bændur að sjá meðal annars hvað aðild að Evrópusambandinu myndi fela í sér, heldur hann að láta alltaf framsóknarmenn þessa lands segja sér hvað það þýðir og hvað ekki. Og ég alltaf að spyrja af hverju er þið svona hrædd við það að láta á þetta reyna, hvað sem það eru bændur eru aðrir, hvað höfum við að óttast að klára samningin af því ég nenni ekki að láta eins og ég segi framsóknarmenn þessa lands eða útvegsmenn þessa lands segja okkur alltaf hvað í þessu felst eða einhverja létta drengi eða hérna leigupenna fyrir þessa stóru hagsmunaðala sem að bæði milliliðir í landbúnaði og útvörunir. Við skulum bara klára þetta. Og ég held að það væri ekki síst mest forvitnilegast fyrir bændur og landbúnaðar og ég sannfærður það að því við erum búin að sjá og ég taldi upp þar greina sem að við erum atvinnugreinar sem eru mjög sterkar og eru grundvöllurinn í samfélaginu eða fyrir mestu verðmætasköpuninni. Náttúrulega landbúnaður lykil atvinnugrein. Hún ekki umfangsmikil, ekki stórt hlutfall af þjóðarframleiðslunni, innan við 2%, minnum við 1,5%. En ég held að sóknarfærin, ekki síst í tengslu við nýsköpun og neytenda með það nýsköpun, að þar verði sóknarfæri íslensk landbúnaðar mjög mikil og við sáum það líka bara einfallega þegar breyttust leikreglurnar varðandi grænmetið að þegar var farið úr því að losa tolla á ákveðnum vörum í grænmetinu gegn því að landbúnaðar var styrktu meira. Neytendur völdu samt íslenskt. Já, neytendur völdu samt íslenskt en það gerðist líka meira en það. Grænmetisbændi fóru í vöruþróun. Já. Og þeir bættu sig og þeir fóru á tætnar og ekki bara þeir komu fram með alls konar vöru sem að þar sem að arðsemin var mun meiri heldur en afinu hefðbundnu landbúnaðar vörum og ég sannfærður það að þetta eigum við líka eftir að sjá í öðrum greinum innan landbúnaðarins í til að mynda í kjötunu af því að við erum með gott kjöt, við erum með gott hráefni við erum með náttúrulega stórkostlega náttúru sem að næri dýrun okkar þannig að ég tel mjög mikilvægt að við eigum að setjast niður að því að það metnaðar okkar allra að hér verði sterkur íslenskur landbúnaður en ég held að við sjáum það öll að það eitthvað aðkerfi þegar bændur og ekki síst ungir bændur sjá ekki tækifærin í íslensku landbúnaði og eigi erfiðleikum með að taka yfir bú foreldra sinna að þá hljóta að vera eitthvað vitlaust gefið í þessu kerfi sem að þarf alltaf reglulega að hlaupa inn að meðaltali á 2 ára fresti með einhverja 2 til 5 milljarða innspýtingu hverju sinni og þá viljum við bara gera þetta bæði gegnsæra en líka þannig að það séu bændur sem eru styrktir þetta sé líka til hagsbóta fyrir neytendur en ekki þetta endi í einhverjum krugum pitti millilið og það er bara ekki gott og það er ekki heilbrigt, ekki fyrir bændur og ekki fyrir samfélagið. Nei, sko ég með eina pælingu hérna sem að mér finnst áhugaverð. Væri vittlust að kvótavæða landbúnaði með svipuðum hætti og sjávarútveginn til þess að tryggja fyrirsjáanleika og fjárfestingu innan greinarinnar? Að hluta til hefur þetta gerst með mjólkurbúskapinn og mjólkurkerfið Já, það er alveg hægt að hugsa. Það er náttúrulega ýmsar leiðir sem hafi verið reynt að fara í gegnum tíðina. Ég held að við þurfum líka að segja erfiðu hlutina. Það verður að eiga sér hagræðing innan landbúnaðarins. En hagræðingin
verður ekki þannig að það sé besta leiðin að kippa öllum samkeppnisreglum úr sambandi. Það var einmitt næsta spurning. Nei, þú gerir það ekki, en við og ég held að það sé óhjákvæmilegt að við eigum eftir að sjá hagræðingu enn frekar í sauðfjárræktinni og öðrum sviðum innan landbúnaðarins, en við þurfum þá að vera meðvituð það, við þurfum að átta okkur á því að við þurfum að halda tvímælalaust áfram stuðningi við íslenskan landbúnað og Viðreisn mun ekki taka þátt í því að fara þá leið sem að þú byrjaði með að leggja niður íslenska land, það bara kemur ekki til greina og í því engin framtíð, en það heldur engin framtíð í því að við stingum alltaf þessu vandamáli myndu kottan og vonast til þess að bara gangi betur næst. Það ekki sko tækifærin enn og aftur, þau eru svo stórkostleg fyrir íslenska landbúnað og það svo gaman að þegar maður fer út í búð og maður sér að bera saman sko, hvað sem að það eru paprikur eða íslenskt nautakjöt þegar maður er að sko, fær raunverulega þennan samaburð að þá velum maður alltaf íslenskt, það bara þannig. Já, ég tekur endur alltaf innflutt. Þarna að stofna nýja stjórnmálaflokk, treyst á ykkar atkvæði bændur. Sko, Leifur, sérstakt, þú búin að kynna þetta vel og kannski að Þorgeir útskýrði fyrir okkar mannamáli, en það að mjólkursamsalan sé undan þeim sanngirnisákvæði og svo sjáum við hvað gerast núna með kaupfélag Skagfirðinga. Sko, Leifur, þú hefur haft áhuga á þessu. Hvað finnst þér þetta? Sko, þetta hefur vakið áhuga minn að þetta forvitnilegt mál. Sko, ég held að fólk sé ekkert að pæla í þessu daglega. Nei, sko, ég reyndar engin snillingur í þessu, en eins og ég skildi það bara frumvinnsla búvöru og slátrunar undanskilin samkeppnisákvæði og einhvern veginn, sko, nú ég heldur ekkit öllum hnútum kunnur innan þingsins, sko, en einhvern veginn var frumvarpinu breytt úr því að vera eiga bara við litlu vinslunar og einhvern veginn náðu KEA og fleiri stórfyrirtæki að smeygja sér inn með SS og fleiri góð og einhvern veginn blikkaði engin auga fyrst sinn, sama og mörgum mál, af því að auðvitað, hinn almenni borgari er kannski ekkert mikið að pæla í frumvinnslu búvara á hverjum einasta degi, en Þorgeir, hvað finnst þér? Þetta var, sko, það var reynt, það var heldur ekki gott, en það var þó skárra, það var reynt að sko uppálega minni með að hafa komið frá ráðundinu að þetta ætti, sko bændur, það var skilir að bændur ætti sjálfur í fyrirtækjum með einhverjum hætti. Það var síðan ánumið, þau geta, nú þetta bara frítt spil, það búið að kippa kaupfélag Skagfirðinga þarf ekki að taka tillit til almennra heilbrigðislegra regla, gegnsærra regluna samkeppnislaga og það sama gildir aðrar kjötvinnslur og það sem sko það er verið að segja þetta muni vera til hagsbóta fyrir bændur og svo framvegis það ekkert öryggi fyrir bændur eða neytendur þetta skilir sér eða verður hagræðing í greininni að hún muni skila sér beint í bænda og neytenda. Mín spá enda svo af því það kosningaár og þau gera sér grein fyrir að þetta mjög eldfimt, þá mín spá svo að þau muni hækka núna verð eitthvað til bænda ég veit ekki hvort að það muni skila sér síðan líka til neytenda þannig að þau muni kaupa sér frið einhver tíma til þess að geta sagt þarna sjáu þið og síðan ekki í söguna meir og það verður ekki, þetta sko bændir, það alltaf undir hæli lagt hvernig stuði forystu fólk innan og kaupfélagsstjórinn hjá KS hvort að bændur muni fá það sem að þeim ber. Þetta sko samkeppnislög eins og þau samkeppniseftirliti getur veitt heimildi til undan þá og það gert og það alls konar undanþágur sem að samkeppniseftirliti hefur veitt í gegnum tíðina. Við höfum talað það að stóru olíufélögin og maður var svona en stóru olíufélögin fengu á sínu tíma heimild til þess að fara í sameiginleg innkaup á olíu og flytja inn af því þau gátu sýnt fram á það. Það lykilatriði. Geta sýnt fram á það að slíkt samráð og samvinna í þágu neytenda og neytendur muni græða því. Við sáum líka að kjarnafæði gat á grunni almennra samkeppnisregla sameinast norlenska og það bara nýlegt dæmi innan við 2 ára dæmi samkeppniseftirliti steig inn í og heimilaði þann samruna eftir að hafa sett ákveðin skilyrði
og skilirði voru alltaf í þá tveggja aðila, bænda og neytenda. Og bændur þeirra staða styrtist við aðkomu samkeppniseftirlitsins þegar þessi samruna áttu sér stað Kjarnafæðis og Norðlenska og staða neytenda líka. Núna eru ríkisstjórnarflokkarnir með sjálfstæðisflokkin í broti fylkingar. Hann er með forsætisráðherra, hann heimilar þessa leið og ekki láta, ég segi kæri bændur þeir sem eru að hlusta, ekki láta ljúga að ykkur að þetta sé fyrir ykkur, ekki láta góðvildina sem að íslenskur almenningur hefur gagnvart bændum og landbúnaði, við elskum bændur, við elskum íslenska landbúnað en við viljum ekki að sú ást, talandi misnotkun og ást, verður notuð fyrir kaupfélags skagfirðinga eða aðra stóra kjötvinnslur. Það er ekki þannig. Við viljum að skilyrðislaust að öll hagræðing, hún verði gerð á grunni samkeppnislaga og hún skilir sér til bænda og hún skilir sér til neytenda. Við erum ekki trygg með það í dag. Eins og ég segi, það fer alveg eftir hvernig stuði forystufólkið og forystumennirnir hjá þessum fyrirtækjum verða hverju sinni. Þetta er stór, alvarlegt mál, en þetta er líka ömurleg birtingamynd og ég verð að segja, að ég er búin að vera lengi á þingi. Þetta er allavega síðustu árin ömurlegsta birtingamynd stjórnmálana og svona hrossakaupa sem að ég hef upplifað inn á þingi síðustu misserin en það kemur eins og ekkert óvart að það skulle akkurat vera þessi 3 framsóknarflokkar sem eru ríkisstjórn sem að standa fyrir þessu. Nei. Þetta er risamál og það er alveg ljóst og ég get alveg sagt þetta hefði ekki gerst og gerðist ekki á vakt, þessari skömmu vakt átt að vera lengri, viðreisnar því þegar ég var landbúnaðarráðherra þá komu þeir ítrekka og þetta var alltaf verið að biðja þessa undanþágu og ég sagði nei, fariði til samkeppniseftirlitsins og gerið þetta í samvinnu við eftirlitið. Ég mun ekki fara þessa leið að veita undanþágu og þannig að það er alveg ljóst ef að viðreisn hefði verið í ríkisstjórn núna, þessi leið hefði aldrei verið farin. Við höfum unnið þetta með samkeppniseftirlitinu og við höfum unnið þetta með bændum og neytendum. Við höfum forgangsraðið þeirra þá, ekki þá millilegana. Vel svarað. Já, margir mjög góði punktar sem ég langar að að fara í gegn, sko áhugavert sem þú nefnir að við erum á kosninga ári og við erum við erum alltaf í kosningar og þá mögulega að fá bændur aðeins stærri nema þú veist eitthvað sem að ég veit ekki. Nei, sko, þú veist, það er einmitt máli að því við tölum samkeppnisákvæðin en þú veist, það sem þetta þýðir kannski, ef við erum bæði að hugsa hag neytenda og síðan hag bænda ekki kannski eftir ár, ekki eftir 2 ár, heldur eftir 5 ára því það er nú auðvitað að setja lögin afnema þau þá segi ég bara, herðu, við skulum taka beikonið SS, þið fóið bara ég veit ekki, lambalærin þið megið bara leggja á það eins og þið viljið og neytendur náttúrulega finna fyrir því og síðan aftur, hvort þetta skilir sér alla leið til frumvinnsluaðilina til að byrja með bændana og þeirra sem að þetta ákvæði var uppálega fyrir það er ekkert víst og nei, þetta hefði farið öðru sér fram ef að viðreisn hefði verið á vaktinni. Já, ég held að það sé bara nokkuð skýrt en mér finnst aðalega sko fyrir utan þetta gríðarlega prinsipmál, þá finnst mér sárt að sjá að við erum ekki að taka þessar raunverulegu umræði hvernig við getum styrt landbúnaðin af því það verið að veita fólki sem að starfar innan landbúnaðarins og fólki sem fylgist með þetta er svona fölsk öryggistilfinning í stað fyrir að við séum að taka umræðina meira og samtalið hvernig getum við elt íslenska landbúnað og á þeim forsöndu sem hann hefur raunverulega styrk til og það er grundvelli gæða og það er grundvelli þess hvernig umhverfi við erum og hvaða mannafla við höfum innan geirana sem eru náttúrulega bændur. Klart. Ekki spurning. Sko Framhaldið, já. Sko ESB höfðu þetta verið á ESB, Evrópusambandið, afsakið. Sko formáli spurningarna er kannski, þú veist, nú sjáum við og þetta er smá spurning en það verða að vera erfiðar spurningar líka. Sko, við sjáum núna að sjálfstæðisflokkurinn er að minnka fylgi, samfylkingin er að bæta við sig talsvert, við erum að sjá að miðflokkurinn er að bæta við sig talsvert, við hefðum viljað sjá Viðreisn bæta meira við sig. Já, ekki spurning. Sko, hvað
að þeir líka sjálfstæðarflokkurinn, hann er bundinn, hægri flokkur sem er bundinn við Má ég vera sjávarútveginn. beinskettur hérna? Já, ég ætla bara aðeins að bæta við, framsókn er bundinn við landbúnaðinn og fleiri flokkar. Mér finnst Viðreisn, þá sérstu kannski hægra megin og miðju megin að vera ekki bundið við neina ákveðna atvinnugarinn eða stóriðju. Já, algjörlega, og ég ætlaði bara að taka undir það sem Leifur að segja og kannski líka, og það sem ég heyri mest af því að þarna, og það er ekkert leyndamál að þarna mína skoðanir fara ágætlega með Viðreisn, líka með Sjálfstæðisflokknum, og mér finnst það svona flestir sem tala Viðreisn, þeir halda að þetta sé bara ESB-flokkur, ekkert annað. Sko er ekki dauðafæri, við vorum að tala aukin ríkisútgjöld á Sjálfstæðisflokknum og þessi framsóknarflokkum í ríkisstjórn, er ekki dauðafæri fyrir Viðreisn núna að vera eini frjálslyndi hægri flokkurinn á landinu? Algjört, þannig höfum við líka unnið. Við erum búin að vera að tala núna látlust síðan að þessi ríkisstjórn tók til starfa og bara 2019, löngu fyrir COVID, og þá vorum við að benda á með sama framhaldi og það bara árið 2019, þá var ríkissjóður orðin ósjálfbær, það er að segja hvað þýðir það, útgjöldin voru orðin meiri heldur en tekjurnar. Hann var þegar byrjað að eyða efni fram á vakt Sjálfstæðisflokksins í fjármálaráðuneytinu. Við vöruðum við þessu ítrekka, svo kom COVID og allt það. Núna erum við og höfum verið aftur og aftur að tala verðbólgu, vexti, ábyrgði í ríkisfjármálum sem algjört lykilatriði, og síðan höfum við líka verið að tala aðra þætti eins og til dæmis biðlista, og við vorum mjög grimm á síðasta kjörtímabili. Það hefur aðeins lagast núna með Willum í embætti, en það er enga síður þannig að biðlistarnir þeim hefur bæði fjölgað og það hefur fjölgað líka á biðlistum, og við gagnrýndum sérstaklega á sínum tíma kjörtímabili 2017 til 2021 það svona þetta afturhald í nálgun á hvernig hægt er að leysa þjónustunni innan heilbrigðiskerfis. Og þetta verður náttúrulega að vera þjónustumiðað, neytendamiðað, og við verðum að nota til þess öllu tæki til þess að bæta þjónustu, til þess að auka lífsgæði fólks, og við erum að tala meðal annars bæklunaskurðlækningarnar eða mjaðma, og svo framvegis. Það er búið að leysa það að einhverju leyti, en við sjáum eftir sem áður að biðlistar eftir geðheilbrigði, biðlistar eftir heimilislæknum, þekkju það öll að margar vikur það til að maður kemst að í varðandi heilbrigðiskerfið, og við höfum verið að segja og sagt, við viljum byggja upp heilbrigðiskerfi sem er ekki sjálfkrafa búið að ýta út ákveðnu lausnum í tengslu við sjálfstætt starfandi heilbrigðisaðila. En fyrst og síðast viljum við fara vel með fjármagnið, við viljum neytenda miðaða nýsköpun. Ég held að það sé hægt að spara alveg ótrúlega að nýta fjármagnið miklu betur en að heilbrigðiskerfisins ef við förum í notendamiðaða nýsköpun og notum þá tækni sem til staðar til þess að læknar geti verið að lækna en þurfi ekki að standa í einhverju pappislóðu, og það sama líka með hjúkrunarfræðinga. Þetta gildir líka reyndar í kennslustofunum, að við eigum að láta fólki sem að við viljum að sé að sinna fólki, hvort sem það eru læknar eða kennarar, að þeir fá þá tækifæri og svigrúm til þess að gera það. En við vorum að segja, við viljum að heilbrigðiskerfið sé ekki byggt þannig upp að það sé bara að þú komist að ef að þú ert ríkur, frekur og vel tengdur. Það hefur verið svolítið þannig. Bara ríkur, frekur og vel tengdur, þá ertu bara allt í lagi málum. En það bara stappin af íslenskum heimilum og íslensku þjóðinni er ekki þannig. Og við þurfum að geta byggt þetta upp þannig að það verði raunverulega jöfn tækifæri, og það getum við ekki verið að útiloka nein þau rekstrafón sem að ýta undir jöfn tækifæri og aukin lífsgæði í samfélaginu. Þannig að þar höfum við verið að tala hægri áherslur, og já, það er algjört dauðafæri fyrir okkur, af því að þetta er svo mikið í nösunum á þeim sem eru við ríkisstjórnarborðum, við vitum alveg hvað flokkur það er sérstaklega, að það hefur ekkert breyst í þessum málum. Það hefur bara ekki neitt breyst. Þið voru að tala áfengið. Ég ætla ekki að byrja þar endilega, en það er samt ákveðin birtingamynd af því að þau eru alltaf í ríkisstjórn, það breytist samt voða lítið, og hafa ekki kjark í sér að klára ákveðin mál, allavega bara að segja, heyrðu, umhverfið það er svona í dag, ef þú ekki bara láta lagaumhverfið endurspegla það. Þeir treysta sér, já, þú veist, þeir eru bara búin að vera völd í síðustu 30 ár. Já, nákvæmlega, þeir eru búin að vera við völd síðustu 30 ár. Já, en það er enn og ofta það
hvaða mál eru þá það sem að hinir flokkarnir að stoppa frá sjálfstæðarflokk? Hafið þið sett þessi mál á ríkisstjórnarborðið sem að ýta undir frelsi og frjálsræði í samfélaginu, í kerfunum okkar, í því að gera þetta opnar og frjálslegra. Eina sem að við upplifum þeir segja þið koma bara með undan það frá samkeppnislögum. Þeir draga úr frelsi það sem að þeir hafa bólmagn til. Við nýta ekki tækifæri, ég þoli það ekki. Við sjáum það líka bara að skrimsladeildinni með þess að byrja að tala um það í sínu hlaðvarpi að þú veist að sjálfstæðarflokkurinn er bara kerfisflokkur. Já, þetta er ekkert frjálslyndur hægri lengur. Nei, bara alls ekki og að tala allir með þessum jafnréttismálum. Við erum með forsætisráðherra sem að því það er nú stórt mál í Bandaríkjunum sem að stutt ekki þungunarofið. Risastórt kvenfrelsismál. Það var fyrir einhverjum 2 eða 3 árum síðan. Já. Síðan er komið reynsla á það því að þeir spáðu þetta svo hræðilegt að konur myndi misnóta þetta. Náttúrulega konur fara vel með frelsið. Já. Og það er enginn að fara að leika sér að því að fara í fóstureyðingu komin 19 og 20 vikur á leið. Það bara hneysa að þetta skulle hafa heyrst af hálfu flokk sem að einu sinni var til hægri og einu sinni var frjálslyndur. En við erum með flokkin þar og þetta er bara eitt dæmi það að frjálslyndið ekki í öndvegi í þessum flokki og það reynir ítrekað á það. Það reynir nefnilega ítrekað á það. Og birtingamyndin alls konar og hún frekar nötuleg heldur en hitt. Sko. Kannski þarna sem að upphæla spurningin var áður en ég greip frammi fyrir Leif þú veist, hvað Viðreisn annað en ESB-flokkur? Ef við tökum ESB alveg í burtu? Frjálslyndur flokkur sem að treystir því og við íta einmitt undir það að það sé ekki fjölbreytilegt samfélag, að það sé hér geti fólk þrifist með á grunni þeirra eiginleika sem að það hefur sjálft fram að færa, að það sé raunverulega jöfn tækifæri í íslensku samfélagi. Þegar við horfum til menntakerfisins, þegar við horfum til heilbrigðiskerfisins, þegar við horfum til þess þegar fólk með bullandi hugmyndir og hugsjónur hvað hægt að gera í nýsköpunar og sprotamálum og það raunverulega hafi tækifæri til þess að stíga fram, ekki bara í nokkra vikur og nokkuð misseri, heldur viti það líka að það hafi aðgang að fjármagni, aðgang að samfélagi sem að tekur því opnum örmum. Að við einfallega séum meira opin, meira frelsi, minni miðstýring og miðstýringin hefur bara því miður aukist allt og mikið sem að bara lýsir sér í því að á starfstíma þessara ríkisstjórnar það hefur opinberu starfsmönnum fjölgað meir en 10.000 og ég er ekki að gagnrýna fjölgunina endilega í heilbrigðiskerfinu, bara síður en svo. En hlutfallsleg fjölgun opinbera starfsmanna mest í stjórnarráðinu. Og Viðreisn, hún hefði aldrei farið í það að byrja á því að fjölga ráðherrum. Nei, og ef og þegar við förum í viðræðum ríkisstjórn, þá eru fyrsta krafan okkar ekki bara það að verið þjóðaratkvæðagreiðslu næstu skref í ESB og þjóðin fá nú að taka þetta hóflega skref, heldur að við segjum við viljum að ráðuneytum verði fækkað 2. Að ráðherrastólum verði fækkað 2. Það bara við verðum að byrja á toppinu til að segja við okkur raunverulega alvar í því að það verði aðhald í ríkisrekstur og við ætlum að byrja í efsta laginu. Þetta er þetta geðveiku punktur að Þorgeiri, bara við erum svaka hægri ríkisstjórn. Fyrst sem þú gerir allavega að stækka báknið og auka fjölga þessum 2 ráðuneyti. Þetta er bara dæmi birtingamyndina. Af því þau gátu ekki leyst hlutina öðruvísi eða höfðu ekki kjark í því að segja nei, við ætlum ekki að fara þessa leið. Við verðum bara að fækka ráðuneytum. Við þurfum bara, það einhverjir gaurar eða konur sem að fá þá bara ekki stól í þetta sinn, en við erum að gera þetta í ljósi þess að heildarhagsmunir þeir að við þurfum aðhald. Klart. Já, ég hef náttúrulega mjög gaman að því að tala við Þorgerður. Ég er eiginlega sammálaður í einu og öllu að því sem við höfum rætt hérna í kvöld. En við vorum að tala með áðan með Taylor Swift, bara hvað Taylor Swift gæti haft mikil áhrif á stjórnmálakosningarnar í Bandaríkjunum. Og það eru þessi hlutir sem að velta fyrir sér sjálfstæðisflokkurinn. Ok, sjávarútvegurinn,
hæri flokkur sem að einhvern veginn samt alltaf ríkisstjórn og ekkit að hafst alltaf leið. Við erum með framsókn sem að miðjuflokkur sem að sjálfbæst eins og vindurinn og er ekki bara best og eitthvað svona. Já, flottir og þú veist, við erum með pírata sem eru anarkistar og allt það og þessi pakki sko, við erum alls konar flokka en þetta allt svona eitthvað stikkorð. Þetta ekki, þú hugsar ekki þessi stefna og þessi þingmenn, þú veist, þetta bara næstu einn hlutur sem þú hefur bara. Þannig. Og ég bara spá, þú veist, eins og með samfylkinguna sem að setti Evrópusambandi bara til hliðar. Þú veist, hefur ekkit, að því að koma aftur að fylkinu, ekkit freistandi að, þú veist, vera ennþá þarna en setja kannski bara til hliðar í bílu og fókusa okkar og miðflokkur líka og bara kópera samfóða Ísland fyrir Ísland bara, já, stela einnig blaðsögu þarna. Ég held að það sem þið eru að segja maður heyrir stundum að það bara þetta eina máli þetta og það hluta til eitthvað sem við þurfum að segja og spyrja okkur sjálf hvernig við setjum hlutina fram en ég skynja það í ríkara mæli að fólk að átta sig á þessu að það dugar ekki bara að kjósa flokka sem segir ekki bara best að kjósa mig sko. Og svo veit fólk ekkert hvað það fær fyrir peningi við ríkisstjórnarborðið. Nei, byrju hvað hefur Framsókn verið að gera? Þeir hafa ekki gert neitt. Nei, það þú verður að vita og það það sem að við í Viðreisn segjum þið viti hvað þið fáið ef að við fyrir manna. Við ætlum ekki bara að tryggja þjóðaratkvæðagreiðslu. Við ætlum að tryggja aðhaldi ríkisrekstri. Við ætlum að tryggja það að verðbólga vextir fari niður. Við ætlum að fara í því að vinna bug á biðlistum með því að vera ekki bara með eintóma kreddur í nálgun í heilbrigðismálum og í menntamálum. Og þetta bara það verkefni sem að blasir við okkur og við þurfum að fara í og við þurfum einfallega að vera bara flokku sem að bara því ég horfa fólkið í kringum mig og þá fyrir gefið að ég fara að sletta en ég með bara dúera í kringum mig fólk sem að veður í verkin og treystir sér í það gerum við mistök, já, við með góðu við gerum mistök oft en við erum óhrætt við verkefni og það það sem að mér finnst skipta svo miklu máli sérstaklega þegar maður búin að horfa á þessa kistuð og upplifa þessa kistuð í núna 7 ár að þá verðum við að fara að taka ákvarðanir í heilbrigðismálum, í menntamálum það risa umræði núna í menntamálum við þurfum að taka þessi skref og fara með samfélagið áfram og í það verkefni treystum okkur ég nenni heldur ekki að setja að því það óþægilegt að tala um það að við þurfum að skipta gjaldmiðla því að fólk elskar krónuna sem slíka og það má ekki tala um ESB og það reynda rétt sko að þó að það sé meira en helmingum minna að sé 60% sem að vilja þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort við höfum að halda áfram að þá fólk ekki að setja Evrópusambandið ofarlega á dagskrá heldur hvað það? Það innviðuppbygging, það samgöngur, það heilbrigðiskerfið, það menntakerfið, allt kerfi sem við þurfum fjármagn í. Og það sem við erum að segja, við erum að boða þriðju leiðina, kannski eins og Tony Blair á sínu tíma, við erum að boða þessa þriðju leið, við ætlum ekki bara að fara í aðhald eða þennan niðurskot, við ætlum að ráðast á stærstu útgjaldaliðina sem eru vaxtakostnaðurinn til þess að gera hvað? Til þess að eiga meira í því að greiða niður skuldir, í það að greiða fyrir heilbrigðisþjónustuna, menntakerfið, betri samgöngur. Og þú veist, ég var á Seyðisfirði fyrir vetur og það er náttúrulega verið að tala um stóra mikil kostnaðarsamgöngur, kostar einhver 40 milljarða undir Fjarðarheiði. Og ég skil alveg vel þessa kröfu og líka bara á Austurlandinu að ef við byggjum þessa kjarna í kringum Egilsstaði í tengslu við firðina að þá þurfum við að fjárfesta í innviðum og einn maður sagði við mig hvernig þetta með Færeyinga þú veist, þeir eru að bora götu gegnum annað hvert fjall, akkur getur við þetta ekki ég sagði bara, stór breyta það að þeir eru ekki að greiða 60 milljarða í vaxtakostnað, þeir eru að nota þetta í það að byggja upp innviði og þannig munurinn og það þetta sem við erum að reyna að segja og ég ætla ekki að láta bara út af því að tilfinningin eitthvað, já við þurfum með fullri virðingu fyrir samfélkingu og fullri virðingu fyrir Framsókn þú veist hver ég lenda á auglýsingastofu sem frábær sko og sem að kemur með réttaslagorði sko ég bara þú veist, ég í pólitík til þess að fara í ákveðnum hluti vinna að því að breyta ákveðnum hlutum til þess að auka lífsgæði fólks, frelsi fólks, auka bara
þetta frjálslyndi sem við þurfum á að halda alþjóðasamskipti, varnar og öryggismál, þetta eru risamál sem við erum alltaf að setja á dagskrá. Tíma voru við í Viðreisn eini flokkurinn sem var að tala varnar og öryggismál. Eini flokkurinn. Og kannski einn þingmaður hjá Sjálfstæðisflokkurinn. Flokkurinn var ekki að tala varnar og öryggismál. En við erum búin að vera að tala varnar og öryggismál, ekki bara grunni ESB, heldur á grunni þess að hvaða skiptir máli að Ísland sé að tala með afgerandi röddu þegar það kemur á varnar og öryggismálum. Þannig að já, við munum halda áfram að tala ESB en við erum bara svo miklu meira heldur en það og við erum flokkur sem hefur talað mikið fyrir sanngjarnari auðlindastefnu en líka sem að við höfum oft fengið líka bátt fyrir að verið óhugað að tala einn maður, eitt atkvæði og mér heyrist að hinni flokkarnir sem að eru að fara með heimisköpning hvort sem að eru miðflokkur eða samfylking að þau eru ekki að leggja áherslu á það. Það er ekki verið að leggja áherslu á mál sem pínlítið kontroversial. Og vil ég vera í pólitík sem er bara tippland á tánum og við mögum ekki tala þetta og við mögum ekki tala hitta því það getur rugga bátnum. Jesús minn, góður sko. Bara þú veist, þá verður pólitík leiðileg. Og ég er búin að segja, ég hætti daginn sem pólitík er leiðileg, en hún er bara svo dásamlega, já, hún er fáránlega skemmtileg og það er svo gaman að vinna í henni og þegar ég sé og ég er að upplifa þetta, þú veist, það er, þú veist, ég skil alveg að það er ákveðin skilningur og það er ákveðin takmark sem að fólk ætla sér og markmið og svo framvegis en ekki gera það með því að segja heyrðu, nú ætlum við að gera þetta sömu gömul meðlunum, við ætlum bara að gera þetta samt aðeins öðruvís og það verður allt betra með okkur. Það breytist ekkert fyrir að við förum í raunverulegt samtal það af hverju við erum alltaf í þessu rússíbana með íslensk heimili, íslensk fyrirtæki, af hverju við erum ekki verandi ekki með her, af hverju við erum ekki að fjárfesta meira í heilbrigðismálum, verandi ekki með þessi gríðarlegu útgjöld til varnarmála og öryggismála. Af hverju getum við ekki gert betur? Förum að tala það sem að skiptir máli. Við getum öll sagt og það er á dagskrá allra flokka að standa sig betur í heilbrigðismálum. Ekki spurning, við þurfum að taka til það. Við þurfum að gera mun betur heldur en þessi ríkisstjórn. Vel að merkja ríkisstjórn sem að hefur engi ríkisstjórn fengið jafn sterkt umboð til þess að ýta undir heilbrigðismál. Hún er ekki nýtt tækifæri betur en þetta. Og núna tel ég að við þurfum að í enn ríkari mæli að fara í umræðu meðal annars menntamál og ég fagna þessari miklu umræðu sem eru núna menntamál. En ég líka var að eindreifa við því að hún gjósi upp bara á grunni annarkvort PISA eða einhver, já, að það verði bara svona einhliða umræða sem leiði til þess sem að ég uppleiði á sínu tíma sem að mér fannst ekki báðlegt og var til þess að það var kennaraverkfall 2004-05 og það eru mikil átök meðal annars að því það var verið að fara í ákveðna breytingar á stúdinsprófun og fleira. Og ég skynja það núna að það er að verða þannig svo sumir ætli sér að efna til átaka menntamál í stað fyrir að við, og það er bara, mér finnst vont að sjá að það er verið að tala niður til kennara með ákveðnum hætti. Þurfa kennarar að hlusta á aðra líka, hvað sem það eru foreldrar eða stjórnmálafólk, já, auðvitað, en þetta er samtal sem verður að eiga sér stað og breytingar í skólakerfinu verða ekki nema að við lærum af því sem er búið að gera, bæði mistökum á því sem vel er gert og það verður tekið áfram á þeim forsendum, en það verður ekki gert á þeim forsendum að tala niður allt skólastarf. Nei, algjörlega. En þetta er bara hluta því sem að við í Viðreisn erum að... Það er ekki bara ESB-flokkur. Nei, en það fóru við í síðustu kjördæmaviku að þá fóru við meira og minna bara í heimsóknur í skóla og upplifðum mikla breytingu á bara síðustu 10-15 árum á skólakerunum bæði varandi þau, eða sérstaklega varandi þau, það er miklu áskorunir og fjölbreyttu verkefni, erfiðu verkefni sem að kennarar standa frammi fyrir og skólastjórnendur og ég held að við þurfum að styðja betur og veita þeim meiri möguleika, það þarf meiri miðlun upplýsinga, það þarf
samræmdara mata, það ekkert endilega í gegnum þessi samræmdu próf, ég alls ekki mótið samræmdu prófunum, en ég held að við sjáum það að frá 76 og skýrslur hafa sýnt fram á það að það hafi ekki verið mótuð burðug plön í tengslu við samræmdu prófum. Við þurfum samræmt mat, við þurfum meiri upplýsingar, kennarar sem nemendur að kalla eftir aukinni endurgjöf, auknu mati og við eigum að passa okkur á því að grípa börnun okkar helst náttúrulega í leikskólanum sem þar á sér stað frábært starf eins og í grunnskólanum, en við þurfum greinilega að gera meira með grunnskólan og fara fyrr í það að skoða frammyndu hvers og eins, þannig að hann fá að njóta sín á þeirra forsendum en ekki bara við lok grunnskóla. Og ég held að svo ég hrósi nú Ásmundi að ég held að það sé verið einmitt að vinna því, samhliða því að við þurfum að skoða hvað það sem mikið áhyggjuefni, að við erum ekki að sjá unga kennara sjá sig í starfi eftir 5 eða 10 ár og það mjög mikið áhyggjuefni sem ég held að við þurfum að einblína á, samhliða því að við þurfum að efla mjög námsgagna útgáfu. Á sínu tíma þá ég bætti í 100 milljónum þá 2008 í aukna námsgagnagerð, það var síðan dreifð tilbaka eftir hrunið, en framlög til námsgagnagerða hefur meira og minna staðið í stað. Þau hafa staðið í stað og ég vona að það verði núna gangsköru því og hann hefur sagt að það ætla hann að gera og ég ætla bara að vera jákvæð í garð þeirra breytinga sem að munu eiga sér stað, en skóla umhverfið við þurfum samtalaðar og ég kennar að gera sjálfur grein fyrir því að þeir eru ekkert eiginlega, þeir eru á þessu ekkert eini, það vill enginn hafa þannig skólaumhverfi. Þetta gengur út á það að eiga þetta samtal við heimilin, við nemendur, við kennarana sjálfa og skólasemendur. Þannig að ég held að það sé margt gott sem að geti verið gert núna í íslensku skólakerfi á næstunni. Já, klart. Já. Ásmundur Einar talaði yfirgripsmeira matskerfi sem að maður þarf kannski að lesa meira til. Svo það Búllan, okkar menn. Já, svo langt besta. Já, Búllan, svo langt besta. Birkir, hvað fékkstu þér senast þegar þú fórst á Búllan? Ég fer alltaf í kóng, bæti við baconi, bernays, jafnvel bernest líka í frölutnar, sko. Já. Shit, já. Vá, maður. Allt og langt sem ég fengi Búlluna. 2-3 vikur, sko. Hún svo góð. Hún svo góð. Svo langt besta. Svo lengjan. Já. Ólympíuleikarnir náttúrulega hefjast. Emitt. Þeir hefjast á fullum krafti núna á morgun eða í dag eða og þá að gera að setja lengjuna. Settu spenni leikinn. Já, og styrstu íslenskt íþróttalíf. Já. Emitt, ef þú tapar, það gott málandi. En þú vinnur vonandi. Já. Hann alltaf Davíð og Jón. Já, David Jones. Margir gleyma sér í dölunum. Mönnum hætti til að gleyma sér í dölunum. Já, og ég dæmi það ekki fyrir það. Nei, en þá missaður af netustykkjunum. Missa þetta mammabunn. Svo þeim. Gera það. Og annað, þetta er gott bara í afmælisbásuna, afmælið, veisluna, fjallgönguna, margt fleira. En sko, eitt sem að David Jones gera, og það gera Davíð og Jón vel. Það sko, þetta er lítið fjölskyldufyrirtæki á Íslandi. Einmitt. Og þeir neita að hækka verðið. Ég núna fylgist ég mikið með eftirlit með verðlagi, einhver Facebook-grúpa og það verða að hrósa þeim fyrir að hafa ekki breytt vöruverðið sínu, bara frá þeir held ég hófu innrið sinna á íslenska markað. Hann lítur að bara glimta að hækka verðið. Nei, ég reynda rætt við Þórald sem flytur þetta inn og hann glimti ekki neitt. Þetta er bara skýr stefna að neytendur í fyrsta seti. Vá. Já, vá. Sælis. En það áhugavert sem hún nefnir líka að grípa og meta börnin kannski fyrr af því að maður svo fastur í Íslandi, en ef maður lítur út maður þarf ekki að leita langt bara til Þýskalands eða Sviss þar sem að börn eru kannski bara í 4. bekk bara heyrðu kallið minn, þú ert kannski bara flottur þarna og þú fer bara í raungrennar en þú ert kannski bara í smiðnum. Þetta er bara mjög snemma sem krakkarnir hvort þeir fá kannski að ofsnemma en allavega byrja að pæla í þessu sko.
Já, sko, ég held að það getur vel verið, það er náttúrulega gagnrýni í þýska kerfi sem að þekkir svo sem ágætlega, er að flokkurinn hefjist of snemma og fólk bara, sumir eru blómstra seinna heldur en aðrir, svo eru sumir sem að þurfa einfallega bara önnur tæki, önnur námstækni, sko, það getur vel verið að ein námstækni hendi mér meðan önnur hendar ykkur, þarf ekki að vera svo sama, en það sem maður hefur líka vantað hér að eftir námskrár breytinguna, það kom ný námskrá 2011, henni var ekki fyllt nægilega vel eftir. Það vantaði meiri aðlugun að námskráni. Svo kom þetta námsmat, þetta A, B og C og það verður að segjast eins og að það ekki, því hefur ekki heldur verið fyllt eftir og það er allt og óljóst með námsmatið hvað það þýður og það kom mjög vel fram í þessum heimsóknum okkar í skólana, þar sem að í einu skóla sögðu kennarar já, B er svona 7-8 í gamla kerfinu, meðan að við fórum í næsta skóla og þá sagði kennarar þar sko já, B er svona 8-9, þarna hafa stjórnvöld ekki staðið vaktina og miðla þessu og komið með þessi réttu tæki en eins og ég segi, bara að fenginni reynslu við græðum á því að eiga samtalið, opinskátt, hispurslaust, samtal, þar sem að við bæði hlustum en þurfum líka kannski að kyngja einhverju stolti hvað sem við erum, hvað sem við erum foreldrar, kennarar, stjórnmálafólk eða hvað það er en það er margt hægt að gera og ég held að það sem eins og ég segi, það sem verið að gera núna, ég ætla ekki að endurtaka mig, mér finnst það áhugavert, mér finnst það vera forvitnilegt og ég held að ný stofnun sé að reyna að gera sitt besta og taka inn þetta framvindumat sem að samræmt líka. Bara það er verið að tala eins og það verði ekki samræming í gangi, það er svo sumum aðilum hendi vel að henda þessu inn í einhverja svarthvíta veröld og koma alltaf með enn og aftur í íslenskri pólitík, eitthvað quick fix, það er ekki þannig og sérstaklega ekki í menntakerfinu sem orðið, sko það er 25% af nemyndunum eru af erlendu bergi brotin, við þurfum, það með allt önum hætti heldur en var bara þegar ég var menntamálaráðherra fyrir 20 árum síðan, þannig að veruleikin fyrir íslenskt skólaumhverfi er allt annað í dag og við þurfum þá önnur tæki og við sjáum að því við þarf alltaf verið að tala að leita til Finnlands, alla breytingarnar á skólakerfinu og því samkomulega sem var gert við kennarasambandið á sínu tíma, miðuð að því að líta ekki síst til Finnlands varðandi bæði kennaramenntun en líka varðandi færni og hæfni og heildstæða skólalöggjöfin sem var samþykkt leik, grunn og framhaldsskóli 2008 miðaði svolítið við hvað gerist í Finnlandi og í Finnlandi er ekki samrænt lokapróf í grunnskóla en það eru samrænt próf í framhaldsskólaðar sem að eru í tungumáli og ensku og finnsku, ensku og starffræði, þannig að samrænda prófið þar er á framhaldsskólastig en kennurum, það er svolítið sérstæðara kerfið í Finnlandi, kennurum er svona meira falið matið á námsframvindu hvers og eins í Finnlandi heldur en meira þar heldur en annars þar. Og þetta allt þurfum við að horfa og líta til og ég trú ekki öðru heldur en að skólayfirvöld og menntaeyfirvöld er að gera það núna. Kannski ein spurning til þess að slá botnin í þessu umræði. Já. Á ferð ykkar skólana og til skólana, sko, hafið vantilega að tala við kennara jafnt sem nemendur og sko, var einhver ánægður með núverandi kerfi? Við sjáum bara að því mér finnst þessu, þeir sem ég tala við bæði kennar og nemendur eru ekki sáttir við ógagnsæið eins og þetta er núna. Nei, sko, það sem að kennarar og nemendur, og það kemur líka fram í ágætri skýrslu sem á verunnin, að bæði kennarar og nemendur vilja meiri endurgjöf, vilja meiri upplýsingar, vilja meira mat og náttúrulega þessi stuðnistæki sem að eru misjöfn, sem að henda misjaflega hverju barni. Þannig að það er tvímælist þannig að bæði nemendur og kennarar vilja gera bæði meiri kröfu til kerfisins en líka til sín og já, ég myndi segja það að mesta gagnrýnin í mjög ólíku skóli sem við fórum er að námskráni frá 2011, það hefur ekki tekist að innleiða hana sem skildi og það fannst mér svona vera
stærsta gagnrýni samhliða því að það er mikið ákall eftir nýjum námsgögnum og við þurfum námsgögn í íslensku, við þurfum miklu betri námsgögn í íslensku og ekki síður líka fyrir íslensku fyrir útlendinga. Við þurfum líka það er líka eitt sem að mér finnst líka sérmændi, við erum að sjá sveitafélög nálgast með þetta er algjörlega óboðleg staða þegar kemur að lestrakunnáttu, sérstaklega lestrakunnáttu drengja og lestrar og lesskilningskunnáttu barna sem eru af erlendu bergi. En við erum að sjá áhugaverða tilraun meðal annars í Vestmannaeyjum. Ég held að það skiptir mjög miklu máli að sveitafélög og skólar fái þetta svigrúm til þess að feta sig áfram og það er það sem að líka hinn nýja stofnun ætlar að gera með svona ákveðnu ferli varðandi lesturinn. En þá verðum við líka að tryggja það að allar þessar nýjungar það verði líka úttekt, að það verði að við sjáum hver raunverulegur árangur að það verði mat, það verði ekki bara farið heldur, það verði tekið allan leið, það verði farið í þessi tilraunaverkefni sem eru mjög spennandi og vonandi lofa góðu, en það verði líka hægt að sjá það svart á hvítu að þetta skilar sér með einhverjum hætti. En það er allavega, mér finnst þetta ekki vera mjög flókið, bara eftir grunnskólagöngu átt að geta lesið til gagns, þú átt að kunna ákveðna grunnfærni og ég spyr á hverju það námskrá að vera einhverja 200 blaðsíður, má hún ekki vera bara tiltölulega einfaldari. Og svo við vitum alveg hvað börnun okkar þurfa á að halda, en þau eru mjög mismunandi. Ég á 3 börn, þau eru öll mjög mismunandi. Þau þurfa mismunandi tæki í skólakerfi. En sko við erum að tala mikið tala þessa kókaböðskynslu sem við erum að ala upp núna og við erum dálítið að henda olíu eða bensín og eldin þegar að við sáum graf sem viðskiptaráð gaf út fyrir nokkur dögum síðan eftir að samræðpróf voru lögð niður, þá eru bara meira minna allir nemendur í grunnskóla með 10 einhvern nána, sko, bara einhverna verðbólga bara par excellence. Þurfum við ekki bara að byrja aftur með samræðpróf, má kalla þetta landspróf eða hvað sem og bara einhvernir allra skóla eru birtar og bara fara aftur í gamla skólan? Ég held að og það var hluti af því sem að menn sá á sínu tíma. Munið eftir umfjöllunum þegar foreldrar fóru fram og spáði í hvernig þetta samræðpróf. Það er verið að spyrja um þetta og þetta og þetta. Og svo getur talað PISA líka. Þú veist, það var mjög mikil gagnrýni. Ég man á sínu tíma, ég var þegar við fórum, það var mikið umrót og eins og ég segi, það voru kennaraverkvöll og það var ýmislegt í gangi, það var ekki endilega mikil sátt meðal kennara að halda áfram að breyta námsframvindinu til stúdentsprófs, styttingu námstíma til stúdentsprófs. En það var náðist samkomulag sem hét 10 skrifa samkomulag og hluta því var að meðal annars að horfa til Finnlands en líka að endurmeta samræmt próf. Samræmdu prófin og þar komu heimili og skóli að sveitarstjórnar stigi koma að þessu, kennarar og nemendur, það voru allir sem að koma að þessu og menn sáu að kerfið þá var ekki að byggja undir þá tryggingu að það væri verið að auka þessu jöfnu eða íta undir þessu jöfnu tækifæri barnanna, af því að kennarar sem foreldrar sögðu, það er verið að nota heilt ár bara til að læra einhvern páfagaukalærdóm eða reyna að kunna á prófin sem slík. Og það vantaði það að geta sagt, barnið eftir þessi 10 ár það ræður yfir ákveðni færni. Og ég hefði viljað sjá, og það er það sem er verið að gera núna, sem að ég vona að verði, að við erum að reyna að grípa börnin strax 6 ára, strax 7 ára. Svo höldum við áfram 8 ára og 9 ára. Þessi samræðupróf sem að ég er alls ekki á móti, en þá við megum verðum samt að horfast í augu að þetta eru fyrst og fremst próf fyrir framhaldsskólanum til þess að mæla. Þetta er ekki til þess að geta sagt, börnin, þetta er ekki mat á getu og færni og hæfni barnanna, fyrir utan það að það er ekki verið að mæla iðn eða verkgreinar. Þetta er bara bóknámsmiðuð nám og það er ekki verið að taka tillit til
til mismunandi skóla á að veita upplýsingar skólana, já, skólarnir verða að fá sem mestar upplýsingar, kennara verða að fá sem mestar upplýsingar og ég hefði viljað að foreldrar fá líka sem mestar upplýsingar sveitarfélög og það hefur alltaf verið þannig, við vissum það til dæmis á sínu tíma skólar á Suðurnesjunum komu hlutfallslega ekki vel út tíma þeir og á Vestfjörðum það skiptir máli fyrir sveitarfélögin að geta unnið út úr því. Algjörlega. Ég hins vegar ekkert endilega sannfærið það að upplýsingar á hvert skóla fyrir sig séu eina rétta. Ég ætla ekki að útiloka það en ég vil líka vara við því að þá erum við að setja ákveðna skóla sem eru með þyngri tilfelli skólar í Vesturbæ Reykjavíkur eru allt öðruvísi heldur skólar á öðrum svæðum, tiltöknum svæðum í Reykjavík og ég spyr þá, erum við þá sannarlega íta undir þessi jöfnu tækifæri og jafnrétti til náms. Þannig að mér finnst skipta mestu máli að skólarnir, kennararnir, sveitastjórnirnar síðan í samvinnu að sjálfsögðu við foreldra fáu þau tæki til þess að vita hver staðan það algjört líkilega að upplýsingar líki fyrir að þau viti hvernig þau standi eins og Vestfirðir og Suðurnes gerðu á sínu tíma og þau fóru í ákveðna uppbyggingu og það var farið á stað og fjárfest í meira, það var farið í staði alls konar tilraunir sem að hafa síðan gefist vel og menn rifu sig aðeins upp. Þannig að ég er svo hrædd að eins og ég aftur endurtæki mig að við förum og veitum einhverja falska öryggiskend með því að bjóða upp á einhverjar lausnir og að eitt tiltekið próf leysi allan vanda, það er ekki þannig en undirstrika, samrænt mat skiptir máli, gagnvirkar aðferðir, endurgjöf og endurmat. Klart. Já. Mjög vel svara. Já, bara mjög flott. Og ég er eiginlega saman öllu sem hún sagði. Já, sama hér. Og ég ætlaði að vera móti niður en ég gata ekki. en það er satt sko, það er náttúrulega grundvallar forsenda þess að krakkar geti hugsað sér að þeir skilji tungumálið og það er alveg ljóst að krakkar sem að eru kannski í erlendu bergi brotni í erlendu samfélagi kannski bara í einhverjum skólum bara 50% og enska kannski aðal tungumál sem er talað í skólunum þeir þurfa meiri stuðning og meira aðald en kannski í Vesturbæ Reykjavíkur þar sem maður ólst upp í forréttindum og það er engin spurning af því að það er líka verið að tala um sundrungin í samfélaginu og skautun og fleira og innflytjendamál og þetta er allt eitthvað sem við erum að pæla í núna það hlýtur að vera eina vitið að byrja í grasrótinni fá krakkana til þess að kenna þeim íslenska menningu fá þau til þess að taka þátt í samfélaginu og finnast þau vera Íslendingar eða hvað? Það er erfitt að taka einhvern fertugan mann og segja nú er þú Íslendingur, ég skil það en þú veist, 6 ára krakka verður að faðma og upp úr. Já, þetta er algjört líkilatrið, þetta er hárrétt hjá þér, ég algjörlega sammálaður að íslenskan er algjört, hún er grunnforsenda þess að fólk geti aðlagast og skili bara íslenskt samfélag og skólakerfi, þetta er eitt gríðarlega mikilvægt dæmi það hvað skólakerfið hefur mikla þýðingu fyrir það hvernig samfélag síðan við byggjum upp hvernig, þú veist, ekki bara í átt að verðmætasköpun heldur líka bara hvernig einstakling þú byggir upp í gegnum lífið, hvaða tækifæri þú veitir honum og eins og einstaklingar eru þannig byggður upp að innan skólakerfisins að þeir geta gripið tækifærin nýtt sér ýmislegt bara úr sínu eigin fari til þess að verða sterkari það verður samfélagið sterkara hvort sem það Íslendinga eða útlendinga sem að koma eitthvað en skólakerfi og ég held að það sem að hægt er að gaggrina ekki síst ríkisstjórnina og skólayfirvöld en ekki síður þau sem að fara með útlendingamál það hefur ekki verið lögðuna eða mikil áherslu á þetta og þú getur ekki sett þetta bara á sveitarfélögin það er ekki hægt að setja þetta bara á sveitarfélögin og við erum að sjá náttúrulega Norðurlandaþjóðinni taka á þessum í ýmsum hætti. Það er hægt að taka ýmislegt gott frá hverju einasta Norðurlandi, Norðurlandana og við hljótum að geta lært af því sem að þau hafa gert vel en líka það sem þau hafa gert ekki nægilega vel. Og það sem má ekki gerast hér á Íslandi og að því við erum búin að vaxa svo hratt hvort sem að það er hverju sem það er síðan að þakka eða kenna, þú veist
við erum með mannaflsfreka atvinnugreina, hvort sem það í sjávarútvegi eða ferðaþjónustu sem við þurfum fólk í heilbrigðiskerfinu til þess að hjálpa okkur að viðhalda því og svo framvegis. Það allavega þannig að við þurfum á fólki að halda. Þá þurfum við að tryggja öllu þessi fjölda sem að kemur hingað þannig að kerfin taki raunverulega mótið því og segja, þeir eru velkomin í þetta, það eru ákveðnar leikreglur og lykilatriði sem að þið þurfið að skilja og skynja og fara eftir alveg svo við Íslendingar. Og hluta því skólakerfið og við ætlum að veita ykkur þessa þjónustu. En eins og ég segi, það hefur ekki fyrir bara núna nýlega kannski farið raunverulega af stað þetta það að grípa einstaklingana, börnin af Erlendubergi fyrr í samfélaginu og ef við gerum það þá var ég bjartsýn við það að við leysum vel meðal annars útlendingamálun og það verður ekki þessi tortryggni sem að því miður ok, hún á einhverja pólitíska rætu líka, það verið að ala á henni, það verið að íta undir svona pólitískt hvort sem það miðflokkurinn eða einhverju hlutar úr svona sjálfstæðarflokknum eða fleiri sem að reyna að ala á mikilli tortryggni en við verum líka á móti að segja okkur hefur ekki tekist nægilega vel með því að taka vel utan útlendingamálin og þetta margþætt. Menntakerfið algjör frumforsenda okkur takist þetta vel og til þess að líka að þau sem að setjast hér að skilji og skinni íslenska menningu, íslenskt regluverk, hvað við gerum kröfu til. Við gerum kröfu til ákveðina grunnþekkingu í mannréttindum, hvað sem er í jafnréttismálum eða öðru. Að hér ríkja ákveðna reglur og þú flyttur til Íslands að það eru mikil réttindi sem að þú farið en það er líka skyldur sem þú þarfst að uppfylla. Og skilningur. Og við þurfum að veita fólki tækifæri til þessa skilnings. Hvernig Íslands samfélagi Sammála því. Algjörlega. Það fer að síga setni endan hjá okkur, þannig að nú fer ég að vanda spurningarna vel. Hvað segir þú? Já, við kannski, að þeim langar að færa umræðan yfir í ákveðin hluta og ég er með smá móla sem gæti verið brú þar á milli. Ok. Og við vorum aðeins að leika okkur í vinnunum daginn, að reikna okkur til að við vorum að tala um Bandaríkin og hvað við værum í góðri stöðu á Íslandi, því við værum til dæmis ekki að reika her. Sko, ég man ekki hvort það var reiknað út frá sem hlutvall af verkri landsframleiðslu eða að mannfjölda en að minnstakosti samkvæmt einhverjum útreikningum þá sko erum við að reka menntakerfið okkar fyrir hlutfallslega sama pening og Bandaríkin að eyða í herinn sinn. Getið ímyndað ykkur það? Já, einmitt. Þú veist, já, mér finnst það bara mögnu tölfræði sko. Já, við erum að fjárfesta sko grunnskólinn hlutastlega það er mikil verðmæti sem að við setjum inn í grunnskólan og ekkert óverulegt að sé verið að spyrja, við þurfum að fá það vel út úr því líka en við erum sú þjóð sem að fjárfesta hvað mest í grunnskólanum líka í samanburði við aðra Norðurlandaþjóðir. En varðandi framlög til varnar- og öryggismála þá erum við meðan að sko NATO-ríkin að fara að reyna og ekki öllum tekist það 2% að minnstakosti að landsframleiðslu að þá erum við með 0,3%. Já, fögnum því. Já, fögnum því. Fortíðin, ég alltaf hrifin að henni, horfið baksegin og svona. Sko það verður reyndar að segja Ég svona fortíðamaður. Sko það alltaf að tala eða stundum tala að strákar pæli í Róma minnstakosti einu sinni í viku. Þú pælir í þessar ríkisstjórn minnstakosti einu sinni í viku. Já. Mín uppáhaldsríkisstjórn sem hefur komið fram svona 18 sinnum eins og þetta ríkisstjórn Viðreisnar, Bjartar framtíðar og Sjálfstæðisflokks var skammlíf en lofaði góðu. Mín uppáhaldsríkisstjórn ever. Þar voru til dæmis markmið og hefst nú lestur og þetta var nú góðu stjórnarsáttmáli. Það var nefnilega rosalega, ég hef oft bætt fólki á þetta að lesi þennan stjórnarsáttmála. Já, og ég las hann í dag. Skuldalaus ríkissjóður, þjóðaratkvæði að halda vera á ESB, upptök og markastengdu afgjaldi af fiskveiðiauðlindinni, minnka greiðslu þáttöku sjúklinga, hækka lífeyrisaldur og margt fleira. Sko, fyrsta spurningin mín var klúður hjá Viðreisn að fara í samstarf með popúlistaflokki eins og Bjartir framtíð í staðins að leita í reynslu meiri flokka? Eins og raun bara vitni að þeir náttúrulega slúta þessu samstarfi í skjólun hendur.
Veistu það er hægt að segja svo margt svona eftir á en gleymi því ekki að þarna var búið að vera mikil hringekja að reyna alls konar stjórnarsamstarfi og við vissum það líka að sjálfstæðisflokkurinn var að reyna hvað hann gat að fara með vinstri grænum og síðan var svo ríkisstjórn á endanum það sem að kom út úr þessu öllu saman en ég vil trúa því að þegar að því það var margt mætra manna og kvenna í bjartri framtíð og það var mjög gott að vinna í samstarfi við bæði Óttar Proppi og Anna Björtu Ólafs sko. Það var ótrúlega gott að vinna með þeim og aðri líka sem að voru í þingflokknum svo Theodora í Kópavogi og hún Nikol Límósti sem að var þau voru 4 og þetta var mjög öflugt fólk en gleymi því ekki að á endanum að mínum mati þá var þetta ekki ég horf ekki á þetta hafi verið einhvern veginn að björt framtíð hafi eitthvað farið á taugum, þetta var búið að byggjast upp það er mjög auðvelt eftir að segja að fóruð ekki bara, þau fóru á sokkalistana og fóru á taugum og eitthvað sko. Það var ekki þannig, við verum átt okkur á því að þarna var einsmanns meirihluti og þegar einsmanns meirihluti að þá reynir mjög á þann sem að er forsætisráðherra og er í forystu fyrir ríkisstjórnina og forystu menn alla og þá sem að voru þá í forystu fyrir þessa flokka og það er ekki hægt að segja að sjálfstæðisflokkurinn hafi sýnt samstarfsflokkurinn nægilega mikið skilning á þessum tíma. Nei. Hvað sem það var þegar við horfum til það er að tala útlendingamál, heilbrigðismál og svo framvegis en að móti kemur að Svo þetta mál sem að enda náttúrulega slúta ríkisstjórninni líka? Já, svo er búið að byggjast upp ákveð óþol og svo kemur þetta mál sem að tengist uppreist næru sem að var svona bara kornið sem að fyllti mælina því að mér minnir að það hafi ekki verið boðað meðal annars til ríkisstjórnarfundur allt sumari sko. Ég hef aldrei upplifað þannig. Það var mjög furðulegt eftir að þingi lauka þá voru allavega mjög fá ríkisstjórnarfundir og þú þarft þegar er einsmanns meirihluti og ekki síst þegar eru 9 flokkar sem að læra svolítið á gangverki og það þýr ekki sko að líta fram hjá því, viðurkenni það alveg að það þarft að halda fólki nærri þér og vinna vel í því og það bara svo vinna átti sér ekki stað að mínum að allavega var það þannig að þetta sprakk og það er ekki út af því að björt framtíð misti fótana. Það er fjarri lagi að það sé eitthvað þannig. Ég horfa á þetta þannig að þetta var samasafn atburða allt frá því bara í maí-júní þar til að síðan þetta lokamál verður til þess að trúnaðurinn og trausti fer sko. Hefðu þeir samt ekki geta kannski aðeins fengið sér síkó, slakað á aðeins? Jú, auðvitað ég hefði gjarna vilja sjá það en á móti kemur að þetta voru náttúrulega bara undir lokin svona algjör prinsipmál eins og þetta með uppreist næru og þetta snerti taugar og fullt af fólki, þolendum og það var ekki verið að fara vel með alla þá sem að hefði átt sárt að binda vegna þeirra sem að fengu síðan uppreist næru með fulltingi sjálfstæðisflokksins. Þannig að þú ert ekki með gremju til bjartar framtíðar? Nei, ég er ekki með gremju. Þú hefði verið að klára kjörtíðanbili? Já, ég er algjörlega á því að eins og þú talar um þetta, mér var sárt að sjá þessa ríkisstjórn fara. Þetta er besti stjórnarsáttmáli sem ég séð? Já, þetta er frjálslyndasti stjórnarsáttmáli sem að ég hef séð og ég bend ofta á að segja að þetta er víst hægt að nefna Evrópumálin. Við vorum svolítið gagnrýnd fyrir það að þetta var ekki náðilega mikið fengið út þessu. Það hefði allavega verið þannig að fyrir 2020 hefði málin verið sett á dagskrá þingsins. Það er 4 ár síðan. Tíminn er fljótur að líða.
það eru 15 ár síðan að það var byrjað að sækja aðild að Evrópusambandinu, þannig að tíminn er fljótur líða, það er hægt að nýta tíman miklu betur. Eins og ég segi, ég hefði viljað sjá þessa stjórn halda áfram. Það var líka talað í stjórnarsáttmálanum að reyna að fara í það að jafna meira atkvæðavægi. Það er hægt að gera á þess að breyta stjórnarskrá, það er hægt að fara í breytingu á kosningalögum og minnka atkvæðavægið núna 1/2, það væri hægt að fara niður í 1/5 eða 1/8, skilur bara taka þessi skref og það var minnst á það var snert á þessu máli, þetta er risa prinsipmál, einn maður eitt atkvæði og það var svona vísbendringu það, eða ekkert vísbendringu, þetta var í stjórnarsáttmálanum að það eitt að fara að vinna og svo sama gildi með sjávarútveginn, þannig að ég man því ég las svona eftir að þegar maður var svona að horfa á þetta allt saman að þetta er hægt að hérna virkja svona ákveð frjálslyndi innan sjálfstæðisflokksins ef að en á móti kemur að það voru ráðherrastólar í húfi og það er ýmislegt að leggja á sig fyrir það. Þannig að þetta er hægt að kveiki í fólki og virkja þetta góða og hérna og leið að það er mikil eftir sig og þá var líka mikill lærdómur og fyrir mig hafandi verið þetta lengi í pólitík að þetta er svona eitt mesti lærdómur sem að maður sá líka svona á síðar allavega á mínu síðari hluta frá 2016. Ég nú alltaf verið aðdáandi Þorgerðar en þegar hún neitaði að blanda sér inn í verkfalli á sjómönnum þá var ég ekki útsveið henni. Já, segðu. En það er hluta af því að það skiptir máli, þú veist, reynsla er líka svolítið vanmeti fyrirbæri í pólitík. Bara kannski almennt í samfélaginu og ég er ekki að segja á því að það er einhver hækkandi aldur. Heldur að það er ákveð öryggistundum að finna fyrir því á það er ekkert að rugla í maður, sko. Ekki alltaf, sko. Þú veist að ég fer ekki að taugum þó að ég fái sko alls konar sendingar og blótsyrðu og fleira mér líður ekki eins illa í hjartanu eins og ég var og hefði verið í byrjun ferils. Þannig að það er ákveðið forskot líka. Já, klárt. Ekki spurning. Við erum að detta inn í riddarspurningarnar sem eru aðsenda spurningar. Þið verðið bara fyrirgefðu okkur. Við erum búin að vera frí í 3 vikur. Fyrirgefðu okkur, við erum nú bara ég segi bara hlustendur verið ykkur á góðu. Já, verið ykkur á góðu. Nei, en maður svona aðeins búin að það búið það gaman hjá okkur og maður aðeins búin að gleyma. Mér er byrjað að klæja röddina og sjá mikrofónu fyrir fram mig og bara svo eigum eftir að tala bandar. Já, við eigum eftir og það eftir sko. Við eigum svo mikið af góðu stöf eftir. En vinir okkar. Já, herru, þú glemdi þeim? Nei, það sem ég er að koma er að við langar aðeins að sko, ég bið ykkur að hlusta núna því ég ætla að leysa upp nokkra, við erum ekki vanið að gera með þessu hætti en þetta eru aðilarnir sem að gera þennan þátt mögulan okkur kleift að halda út í vikulegum þætti frjáls fjölmiðlun og allt það. Já, þannig að mér langar að byrja á kontakt fyrirtækja ráðgjöf, kaup, sala og samruni fyrirtækja. Nú erum við Birkir Við erum alltaf að pæli að kaupa fyrirtæki. Nei, já, en þú veist, ef þú ert hún að, ég veit ekki, eða hversu mörgum árum ég að byggja upp flott og stöndugt fyrirtæki, vilt kalla þetta gott, þá auðvitað heyrur í þeim bestu í bransanum og það eru kontakt fyrirtækja sem að sjáum þetta fyrir þig. Sko, svo erum við náttúrulega sjálfsögðu með Búdvar og með sem Vestmann-vínið, það er gott maður. Já, sko, tekniska gullið. Ég tók 0,0% í bústæðin og ég var aðeins að stríða mönnum ég var að slæta. Já, þóttist þér að fá þér? Nei, ég var að láta menn hafa einnig og heldur mig glas og taka eftir hvort þau tæki eftir hvort það væri áfengislaus eða ekki. Það er náttúrulega ruglað. Ég veit það, en það tók enginn eftir því. Herriði, við erum að fara í erum við ekki bara að fara í Sútöp fyrst við erum byrjaðir á þessum umræðum? Já. Hefurðu verslað við Sútöp, Þorgerður? Hún sendi Stjána og Gísla. Þetta er, þeir fara þangað. Málið með Sútöp, þetta er svona svolítið Birgir, það sem þú ert að læra, sko, þetta er eins og með íslenska grænmeti, sko, jú. Þú veist, þú vilt geta fengið eitthvað maður dútti og ég veit ekki hvað og hvað, en þú vilt líka geta fengið íslenska framleiðslu, þannig að þú veist hvaðan hún kemur. Þarna ertu með 2 herramenn sem eru einmitt að reka. Já, er þetta íslenskt snið? Þannig ertu með 2 unga herramenn sem að reka fyrirtæki, skapa hagvöxt og framlega virkilega flott föt og við hvetjum alla til þess að kíkja þá. En
Það komið Það að, þarf að kíkja á það. já, Já, ekki klárt. spurning, þeir eru geggjaðir. Það komið að áður en við förum í forsetakostningarnar, það var það knatthúsi í Hafnarfirði. Maður koma eina, sorry, Já. þetta er langur þáttur, bara elska ykkur. Sko, ESB, ég ætla bara að spyrja þarna, þú talar alltaf að það er að fara í atkvæði þjóðaratkvæðagreiðslu samningurinn. Framhaldi. Já, Við erum að tala um 2 þjóðaratkvæðagreiðslur. Ok, Við erum að tala um að því þetta, og það tillaga sem ég lagði fram 2009, ég sagði og benti samfélkinguna á að sagði, þetta er það stórt mál, förum fyrst í þjóðaratkvæðagreiðslu, það hefur verið 70% með sko, hvort við eigum að fara í þetta yfir höfuð. Já, ok. Af því að náttúrulega við erum með Vinstri græn sem að gerði síðan og raungerist muni kikna í þessu máli og það voru mikil mistök og ég heyri það líka á forystufólki innan samfélkingarnar í dag að þau viðurkenna að þetta voru mistök á sínu tíma hafa ekki farið í 2-falda þjóðaratkvæðagreiðslu og það er, þess vegna er ég að tala um þetta væga skref, við erum bara að tala um það núna að fá þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að eigi að fara í aðildarviðræður og svo sjáum við til og ég vil helst af öllu að þetta verði núna fyrir næstu kosningar þannig að ný ríkisstjórn viti það hvaða verkfæri hún hefur þá og getur verið með. Já, að því ég held að og þá bara gott að Þorgeir sé að leiðrétta þennan misskilninga því að við fengum margar aðsend spurningar þar sem að heldu að þið vildi bara fara í atkvæðagreiðslu með samningin sko. Ég er manneskjan sem að lagði fram og þá var ekki allir í sjálfstæðisflokknum á sínu tíma sammála mér það. Ég lagði fram tillögu það og Bjarni kom síðan á tillöguna. Við vorum 2 með þá tillögu að það yrði fyrst farið í þjóðaratkvæðagreiðslu upphaf viðræðna og það er það sem að við erum að tala um í Viðreisn. Við gerum okkur grein fyrir því að þetta mál er viðkvæmt. Spyrjum þjóðuna fyrst hvort við að halda áfram, hvort við að klára og ef hún segir já þá berum við samningin að sjálfsögðu undir þjóðuna. Þannig að við erum að tala um 2-falda þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og það þarf einhver að segja mér hver er hættan fyrir okkur í því að fá þennan samning sem getur varða risa hagsmuni þjóðarinnar að fá hann á borðið. Þannig að við erum að tala um 2-falda þjóðaratkvæðagreiðslu. En þá spyr ég einu viðbót Þorgerður. Ef að það væri hafnað af þjóðinni að fara í alltaf verið að vera í ESB hvað gerir Viðreisn ná? Já, það bara fyrir við að vinna með það þá bara höldum við áfram og tölum bara mikilvægi alþjóðasamstarf og það er auðvitað blikur á lofti varandi til með þessi EES-samningin það þú veist, á hverju er ríkisstjórnin og sjálfstæðisflokkurinn svona bögglast með eins og bókun 35 sem gengur ekkert út á neitt annað heldur en að tryggja okkur sama rétt og aðra þjóðir hafa á EES-svæðinu. Arnór Þór Jónsson var ekki sammáli. Nei, bara, þetta er náttúrulega bara ekkert annað heldur en gargandi populismi og vera að leiða leiðið en þetta er dæmið það að sjálfstæðisflokkurinn út af því að það getur verið það ruggi einhverju bát hægra megin eða svona miðflokksmegin í flokknum, þau eru skítrætt við miðflokksmennina sem að eru náttúrulega búin að standa sér frábærlega fyrir sína og tóði sér algjörlega ósamála Begga og Sigmundi að þeirra standa sér vel, það vita allir út á hvað þetta gengur og þau vilja helst fara frá EES-samningnum og við erum að sjá líka svona þessa léttadrengi og leigupenna á vegum Morgunblaðsins og fleiri að tala um það að við eigum bara að hætta við EES og fara í tvíhliða samninga og fríverslunarsamninga. Þetta er náttúrulega bara þarna er hættan og það, þú veist, hvað sem að ef að ESB er þið fellt, þá þurfum við samt að verja það að vera fullir þáttakendur í EES-samningnum, hafa virkan og vera enn frekar þáttakendur í varnar- og öryggismáli sem að held ég er að verða einn stærsta áskorun. Þú veist, ESB er ekki bara krónuraurar og það að vera þáttakendur við borðið í Brussel. Þetta snýst frelsi, mannréttindi, lýðræði, varnir og öryggi þjóðanna. ESB er að verða ríkara og sterkara í samvinnu þegar kemur á varnar- og öryggismálum og þess vegna er það hlut af því sem við verðum að sjá fram með vonandi samningi sem við fáum fyrir en síðar. Klart. Það komið að rittaraspurningunum og það er í blandi almenna spurningar og það eru að sjálfsögðu í boði Subway.
Sveppi, þetta nýbakar, mjúkar og ljúffengar kökur. Svo þetta náttúrulega líka, sko ég fór á Sveppi í vikunni og ég ætla ekki að trúa mínum eigin augum. Þeir hafi ekki hækkað verðið ennþá. Nei, ég veit það, þetta alltaf bara 2,390 fyrir sko bræðing, BLT. Ég meina, það 100 kallir meira en sko skynkubátur sem 2,290 sem basically gefins líka sko. Þú ert að ljúga mér núna. Ég held þetta sé ódýrasti skyndibiti sem fæst af Íslandi og með þeim alhóllust. Já. En riddarspurningarnar. Já, það er ekkert að grínast riddarinn í dag. Nei, þeim ringdi inn. Já, það eitt sem að reyða vaði hérna, hann gorgir á honum, hvernig ætlar að hætta að vera í fílu við Bjarna og koma aftur heim? Já, þessi góð. Já, þessi rosa góð. Þetta eins og ég var að Ertu í fíl út í Bjarna? Nei, alls ekki. Mér líkar alltaf vel upp Bjarna. Mér bara leiðilegt að sjá hvert flokkurinn farin og hann náttúrulega formaður og fórustumaður þar og mér sitt ekki hægri flokku fyrir fimmura eins og Þegar þú varst í hann? Ég var að spila golfundagi með góðum sjálfstæðismanni heima í Hafnarfirði sem er lengi búin að vera í bæjarpólitíkinni og ég slæsi alltaf og fór aðeins til hægri og hann sagði að þú ert alltaf að fara til að þú ert alltaf hægra megin og komdu bara aftur heima. Ég sagði já, þá er það ekki sjálfstæðisflokkur, það er ekki hægri flokkur sko. Þannig að ég segi bara við frjálslynda sjálfstæðismenn komiði bara yfir og ef þið viljið þetta sem við erum að tala aðhald í ríkisrekstri og frelsu og frjálslyndu og hafa kjark til þess að tala fyrir því og setja það á dagskrá. Þetta er aldrei á dagskrá. Þetta er bara eitthvað svona suð, það er eitthvað álatsgreina skrifar í mokkan og þá bara halda allir að þetta sé bara komið, það er ekki þannig. Nei, klart. Steinar Gauti spyr er það að hleypa Fannari Halldóri áfram í Ísland gott talent þín helsta eftirsjá á ferlinum? Hver er sá meistari? Fannar Gauti? Er þetta stressið og yfir eða? Nei. Já, það er svona í áttina sko. Já, það er svona Nei, ég verða að segja að það er ekki mín mesta eftirsjá. En hann kryddaði tilveruna Ísland gott talent, ég ekki að segja þannig. Sammælstu það. Hvort myndir vilja sjá Gísla Þorgeir lyfta Ólympíugulli og á sama tíma vera valinn MVP mótsins eða Ísland í ESB, spyr Ólafur Ísak. Já, þetta er mjög góð. Þetta er róta við tilkynning, það er náttúrulega sjálfsögði að Ísland lyfti Ólympíugulli Ég ætla að sjálfsögði SB. Sjálfsögði að Ísland lyfti Ólympíugulli og Gísli MVP að því hvað gerist fyrir tilfinningar landsins og landsmanna þegar Ísland fær Ólympíugulli loksins? Þá opnast allt og þá sjáum við ljósi. Það er það sem við gerum. Það koma tilfinningar, þú veist, við elskum heiminn, elskum Ólympíu og þú veist, þá ég mun sjá tækifæri fyrir ESB ef Ísland hlýtur Ólympíugull. Þannig að þetta er eiginlega ástæða fyrir okkur að vinna, að þá opnast á ESB flóðgátuna. En talandi einmitt hluta því að við getum verið með svona öflugt landslið er að þeir eru að spila í útlöndum, spila í Evrópu. Og hluta, sko, þegar Kristján minn var úti í atvinnumennsku, fyrst í Hameln og Gummersbach og síðan á Spáni, þá var Bosman-dómurinn, munum eftir Bosman-dómurinn. Það var belgísku knattspyrnumaður sem að minni mig að hann vildi, hún var hafnað því að það mátti ekki spila útlendingar eða hvað það er. Alltaf grunnur var sá að hann vann málið af því á grunni ESB að það væri atvinnufrelsi ferða og atvinnufrelsi á ESB svæðinu, þannig að það var ekki hægt að loka á belga til þess að spila í Bretlandi og þetta leiti til þess að það opnaðist alla flóðgáttu fyrir íþróttamenn til þess að spila annars stærri dildum, þannig að á þeim tíma þegar Kristján er í Gummersbach, það var bara einn útlendinguleiður í hverju leiði, hugsið ykkur hvað, hann var sjúklega góður fyrst að það var bara einn leiður, þú veist Alli Gísla, einn í Essen, Atli Hilmals einn í Göppingen, minni mig og Siggi Sveins náttúrulega í Lemgo það var og síðar kom Palli Ólafs og hann var í Mynden, það var alltaf einn útlendingur og það var mjög margir Íslendingar, hvað við vorum sterk en leið núna eru
miklu fleiri Íslendingar sem spila á erlendri grundu og ég vil meina það að þráttur með fullri virðingu fyrir deildinni hérna heima að þetta verði til þess að við þróum og þroskunst sem íþróttamenn bæði í fótbolta og handbolta og núna körfu við náttúrulega fá mjög gott körfuboltalið og ég held að verði mjög gott fyrir fleiri sem í körfunni sem spila á erlendur grundu, það styrkir landsliðið þannig að ESB mun leiða til þess að við verðum fáum ólympíugullið og þetta mun skila sér tilbaka í miklu skilninga á ESB bara þannig að ég hver sem þetta var hún fær báða vinningarna málefnulegt svar við ómálefnuleg komin tími á sjálfstæðisflokkurinn fáið hvíld frá því að vera í ríkisstjórn spyr Jan Martin þessi erfið nei, af því að greinlega vill hún vera með hún ríkisstjórn nei, ég held að það sem að við allavega sjáum núna á þessari ríkisstjórn er að hún náttúrulega mjög gott bóluefni fyrir því að fara kannski ekki með sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórn en hún sérstaklega drífur fram að það er ekki gott fyrir þjóðuna að vera með jaðrana saman í ríkisstjórn þess vegna segi ég mitt svar er það að næsta ríkisstjórn þá verða að vera flokkar sem eru málefnalega nær hvor öðrum Já Unnar Páll spyr uppáhalds Liverpool leikmaður Virgil Já, ég veist að segja það Útlit, bæði útlit og getu Hann hefur þetta allt Já, Alisson er náttúrulega var alveg þetta týna sér í honu líka en Virgil er alveg ég er með hann alltaf í notification og svona Hann er glæsilegur á velli, hann má eiga Tjöfullin á hann og hann er góður Pétur Magg spyr mun Vestri halda sæti sinu í bestu deildinni og er ekki fallegt sjókvíareldi framtíðin Er ekki bara, Vestri alltaf mun halda sæti sínu fallegt sjókvíareldi mun þrífast því sem ég sagði áðan með skýrum, gegnsæðum, reglum, kröfum það að fólk og fyrirtæki vandi sig Næsta spurning frá mér, hversu mikið rugl var að byggja þetta knatthús þarna hjá Haukum í Hafnarfirði? Völlunum Gáttu við ekki bara hvað kostar þetta? 5 milljarða? Já, 5 Já, það er ef að við skoðum bara allt stór Hafnarfjarðarsvæði að það er alveg maður er náttúrulega þú Leifur hefur náttúrulega komið nokkru sinni til Magdeburgu, ég held að það sé ekkert knatthús þar en Haukar þurfa sitt Haukar þurfa sitt eins og öll þessi lið en auðvitað snýst þetta það að ég hefði kosið meiri samvinnu á milli íþróttafélaga, ég veit að ég verði drepi þegar kriganum en ég hefði viljað sjá meiri samvinnu á milli íþróttafélaga á þessu svæði líka með tilliti þess að nýta fjármagn betur. Við erum alltaf að spyrja okkur það. Þetta er óvinsælt að segja þetta sem stjórnmálamaður og sem FA-engur en við þurfum að spyrja okkur hvernig nýtum við fjármagn best fyrir íþróttir, fyrir íþróttauppbyggingu og er það þannig að það sé best þannig að Garðabær setji einhverja 6 eða 7 milljarða og ekki einu sinni keppnisvöllur. Það muna, og byggit á mýri líka. Já, þar fyrir utan en ekki einu sinni keppnisvöllin, þetta er glæsileg höll þetta er glæsilegt mannvirki alveg svo mannvirkið hjá Haukum verður mjög glæsilegt og ég er þarna reglulega og maður sér þetta er að byggjast mjög hratt upp en það er hluta af því að vera í pólitík að þora að segja kæru vinir hvernig getum við saman nýtt fjármagn betur er þetta besta leiðin og það getur vel verið, við erum að sjá núna vellina vellirnir er það svæði sem hefur stækkað mest þetta er það svæði sem að mest þarf á mannvirkjum að halda en ég vil gjarnan sjá eins og ég segi meira samtal milli íþróttafélaga á þessu svæði hvort að þetta sé skynsamasta leiðin ég hefði viljað ég náttúrulega sjá það við F-áðingar við fyrum alltaf ódýrustu leiðina og mjög hagkvæma leið við erum ekki verið mikið að í þessum nýjustu byggingum verið eins og Skessunni og svona að Þú mást hvað Jón Rúnar sagði okkur, hann sagði bara upphitaðar hallir, hann sagði bara út í heimi og skiljur engin neitt í þessu Nei, Erling Haaland var í Skessunni eða skiljur þannig hvað kostar að vera með upphitað ég er að tala það við verðum að þora að segja
debit og kredit í þessu öllu saman Einmitt. og við viljum að börnum okkar komist í skjól en við þurfum ekki alltaf að setja undir rolsa til þess að fara á milli, það dugar oft bara svona fín Toyota Yaris hann þetta rólsinn MG, já, en þið skiljið alveg hver að fara þetta er það sem að það er ekkert mál að vera í pólitík ef þú segir bara já við öllu það er ekkert mál en við eigum að fara betur með fjármagni í þessu sem öðru já, klárt mál, talandum að fara betur með fjármagn, bónus bjóða sjálfsög upp á lægsta vöruverði og eru með ýmis konar sérvörur sem að eru ég hvet ykkur til að gefa þeim tækifæri tilbúinu samlokunar frábærar ég þreytist ekki á að nefna hummusinn, hann er svakalur en ég gæti líka að tala rjómaostinn í allt kvöld en hvað er það? Yngvi í Pingjunni spyr ertu, við erum nú eiginlega búin að dekka þetta en af kurteisi við erum nú í húsnæðinans ertu sammála leyndarhyggju Ásmundar Einars í skólamánum? Hvað á við þarna? Sko, ég ætla það er óbúslega freistandi að því að framsóknarmenn nota hvert einasta tækifæri til þess að sparka mig og stundum held ég þetta sé þeirra bara áhugamál en ég ætla að reyna að vera málefnaleg í þessu að því að það er svo mikið undir það er menntakerfið, allt undir og það er mér finnst þessi spurning með fullri virðingu fyrir einhver í Pingjunni litast af þessari orðræði sem er núna ég er á móti leyndarhyggju ég tel að upplýsingar séu af henni góða ég tel að eins og ég sagði áðan að kennarar, nemendur í þessari skýrslu sem meðal annars sem liggur fyrir það er alveg skýrt að þau vilja á endurgjöf, mati, upplýsingum þau vilja þetta í auknum mæli ég tel að það eru upplýsingar sem að við þurfum að halda er sko skóla, það þarf að tryggja skólanum það þarf að tryggja sveitafélaginu til þess að geta byggt upp þetta kerfi í kringum börnun okkar og hluta því er samrænt mat hvernig sem að við síðan útfærum samrænda matið en það er allir sammála því að það þurfi að gera betur mér finnst Ásmundur Einar þurfa að fá tækifæri til þess að og svigrúm til þess að íta halda áfram með það sem er verið að gera og ég held að þetta quick fix alltaf sé ekki endilega gefast vel borga sig að horfa aðeins lengra fram í tíman og gefa sér tíma og þolinmæði og ég bara ætlast til þessa nýstofnun og ég veit að nýstofnun er að vinna þessu. En nú segir Lilja Dögg í dag að bara kerfið riði ekki við samræðan próf Computer says no ég er ekki það er annar þáttur já það er annar þáttur og ég held að það er ekkert flókið sko. Nei, það er bara spurning hvernig samrænt prófi við ætlum að byggja upp hvernig þau skila því sem að þau eiga að skila það þarf að huga vel að því en það sem að náttúrulega svo ég bara gagnrýni Framsóknarflokkinn og þau sem að hafa verið frá 2011 eftir nýju námskrona þá er ég að tala nýju námskrona og námsmati sem að síðan kemur í kjölfari það hefur ekki verið byggt nægilega vel undir námskrona og þetta námsmat það hefur leitt til þess að það er ringulreið og óreið á striga og hluta því er að bara einkennismerki þessar ríkisstjórnar og með Framsóknarflokkin í menntamálaráðuneytinu þá var ekkert gert mjög lengi framan af og kannski er bara Ásmundur Einar svolítið að súpa segði hann er svolítið að taka boltan og reyna að íta þessu áfram og ég held að það er að veita honum það svigrum en það náttúrulega má spyrja hvað gerist á þessum 4 árum á undan sko. Já, ein hraðaspurning Þorgeiri, var rétt að fara stytta framhaldsskólanum úr 4-3? Já, algjörlega það má alltaf deila útfærsluna ég hefði gert þetta, ég náttúrulega var bara þau náttúrulega tóku boltan áfram bæði Katrín og síðan Illu en ég er algjörlega samfærið að það var rétt skrif og bara nýlega fréttir sína fram á það hluta því að var farið að stað í styttingu námstíma til stúdentsprófs var að minnka brottfallið og nú eru bara nýjustu tölu frá Hagstofun að sína fram á það að brottfall er að minnka eftir að sem er gríðarlega í því felast mikil verðmæti en ég man alveg eftir þessari umræðu á sínu tíma því ég kem inn í ráðuneytið að þá er byrjað að vinna að þessu
og ég spyr, við á hverju á að stytta námstíman til stúdentsprófs gegnum framhaldsskólan, á hverju ekki grunnskólan á hverju ekki að skoða það betur og nýta tíman þar betur og þá lágu svona helstu ástæðunar voru tvær þegar kom að því, annars vegar að fólk út á landi sagði við erum að missa börnun okkar frá okkur í framhaldsskóla 16 ára þau fara, við viljum ekki minka það og setja það niður í 15. Það munar þetta ár að þau verði lengur heima, lengur bara upp á samfélagin út á landi að börnin séu lengur í sveitafélagunum. Það er stóra mikil ástæða. Kannski er breytt núna en þá skiptir það mjög miklu máli en síðan er hitt sem að var ekki síður mikilvægt að alveg frá því að frá 91 að þá sýndi rannsóknar og greining niðurstöðu fram á það að 91 og fyrir þann tíma þá voru íslensk ungmenni með mestu áfengis- og vímuefnaneyslu með myrkum forvörnum að þá náðist það mjög niður alveg bara niður í það að við vorum með hvað mest innan OECD niður í hvað minnstu neysluna á þessum tíma 2006-2008 og það skiptir mjög miklu máli en það kemur í ljós að eftir grunnskóla þá eykst neyslan 30%. Þannig það er að segja innan grunnskólakerfisins þá minnkaði neyslan það mikið að við vorum bara best þar. En strax eftir grunnskóla þá eykst neyslan 30%. Og þá sögðu sérfræðingar ok, ef að við styttum grunnskólan niður í 15 ár þá færist neyslan niður 15 ár. Já. Nei, niður 1 ár, niður í 15 ára. Í stað fyrir að byrja 16 ára, þá færist það niður í 15 ára. Og það er risa ástæða. Og það var náttúrulega að byrja að vinna heil mikið af þessu á halvu forvera minn, svo ég hélt áfram með það. En þetta voru átök, það voru mótmæli og það var alls konar sem var í gangi, en við eigum ekki gleyma því að Ísland var þá og er enn með lengsta tíman til stúdentsprófs ennþá. Og þau voru 10.500 minni mig kennslustundir fram til stúdentsprófsins íslenska, í Danmörku 10.000 í Noregi 9.000 Svíþjóð 9.000 líka og Finnlandi 8.800 og það þurfti sérstaklega útskýra fyrir mér og það gataði enginn á hverju íslensk ungmenni þurfa lengri tíma til stúdentsprófs heldur en önnur ungmenna á Norðurlöndunum. Þannig að í þetta var farið og þetta er hluti af svona heildar hugsun sem var skemmtilegt að vinna en síðan náttúrulega er bara lögin þau taka þarna gildu og síðan hætti maður 2009, 1. febrúar 2009 og annar að framfylgja og framkvæma síðan þetta. Ég sagði alltaf til dæmis að og við byrjuðum, já það með mann að við byrjuðum og var ótrúlega skemmtilegur og framsýtt skólameistari hún Ingibjörg hjá Fjölbraut í Kvennó. Við byrjuðum 2005 minni mig að þá var samkomulega meðal okkar að hún myndi að opna fyrir 3 og 4 braut og það er bara val. Já. Og við sögðum ok, 20% örugglega myndi velja 3 brautina fyrsta árið og það tæki okkur örugglega 5 ára minnsta að ná einhverju 50-50. Nemendur sem að völdu Kvennó völdu 3 brautina eiginlega bara strax. Já. 80%, það var mjög hratt farið upp í 80%, þannig að nemendur sjálfi völdu 3 ára. Þannig að þá sá maður strax að því að síðan kemur þetta ár sumur, við erum að upplifa það í dag að nú eru krakkar að fara út og finna sig eða ferðast eða bara nýta tíman í að vinna 1 ár og öðlast reynslu á vinnumarkað áður að þau fara inn í háskóla. Þannig að þetta býður upp á alls konar valkosti. Ég geri mig grein fyrir því að þetta var umdeilt og þetta var erfitt. Ég man að sérstaklega var erfitt varandi MR og ég sagði ok, bara þá höfum við bara MR áfram ef þau vilja að hafa MR en síðan bara var ég ekki lengur á þeirra og það var annar að fylgja eftir því að ég trúi því eftir reynsluna með Kvennó að nemendur væri ekki að velja 4 ára skóla þegar þeir byðist 3 ára. Ég er alveg sammála þessu. Og þannig að þetta var dæmið það hvað var ótrúlega gaman að vinna að mennta og skólamálum og
setja síðan niður með mjög einarri kennarafórustu þá eins og er núna og reyna að ná samkomulagi þessa framtíðarsýn og hverju við þurftum við þá að byggja á og við ræddum kennaramenntun og samrænduprófum, við ræddum námsgögn og það var strax skuldbindinga minni hálfu að setja viðbóta fjármagn námsgögn sem að gekk eftir og svo margt fleira. Sumt ekkert allt sem að ég var ána með en ég segi, það þarf stundum að taka þetta samtal, kyngja stolti og það gerði sér allir grein fyrir því og að því var unnið. Já, algjörlega. Ég held að þetta hafi rétt ákvörðun, svo segi það. Já, við þurfum ekki lengri tíma heldur en aðra þjóðir í skóla. Nei, en Gísli, sonur minn, var ekkert mjög glaður þegar hann átti að segja því að þetta var meðal annars unnið þarna í minni tíð og var þetta alveg glatað. Já, já, ég ætla ekki að segja mér sko, ég elska menntaskóla. Já, ég sagði, mamma, bara 10 ár. Mamma, þú veist, já, en taka 1 ár. En það svona. Já, herriði, örsnögt, þá langaði mig að minna á frumina. Það er 7. Það er 7 og 8 bráðum maður. Já, bara drífa sig í skoðun og gera hjá frumina. Tala nú ekki að þú ert með 5 eða 6, rífa sig í gangtak. Já, klart mál. Svo er annað, það er kemi. Tilkynning frá þeim. Býtu? Tentbox topptildin, nývörlinni hjá kemi. Tentbox myndi ég segja væri sko. Það kom með skúp? Já. Hermann næsti gestur. Sko, Tentbox er eiginlega MG tjaldana. Þetta er alvöru lúksus. Við erum að tala tjöld sem þú setur ón á bíliðinn. En þú ert ekki með skortirinn og vesinni í kringu þig. Nei, þú ert bara ón á bíliðinn. Já, þetta er snilt. Þú ert basically búin að setja upp hótelherbyggja þarna ón á bíliðinn. Bara 5 sinni hótel að það ón á bíliðinn. Geðvegt. Þannig að Hemmi á Kemi, hann spyr hvert mun Arne Slott skila Liverpool í töfluna á næsta tímabili? Meistarar. Já, sjálfsög. En ekki hvað. Við verðum svolítið underdog. Það er svo margir sem segja þetta er bara búið, þú veist það er. Þú ætlar hans að vera skóla Guardiola bara. Já, ég ætla ég hef alltaf trú á mínum mönnum. Ég reyndar, var þetta svolítið eyðimerkur ganga mjög lengi. En jú, ég er alveg Arne Slott hún er alveg handvissum þó eins og margir hafa bent á það hefur ekkert verið mjög farsælt fyrir annað lið í ensku deildina að vera með sköllóttan hollending en það er eins og það er. Síðasta spurningin fyrir hraðaspurningar og hún er skemmtileg og er aðsend. Þú lagði fram frumvarp nefskatt sem leggst á landsmenn til að fjármagna RÚV. Sko, hvernig finnst þér þetta fyrirkomulega að virkað? Ættu landsmenn að fá val greiðslu og afnotagjöld RÚV í dag? Ég held fyrst og fremst að það má alveg deila hvort það sé nefskattur. Ég man að sérfræðingar í fjármálaráðuneytinu þau komu með nokkra tillögur og þetta var svo leið sem að var ákveðið að fara það allavega þurft að hætta við afnotagjöldin eins og þau voru. Þau gengu ekki upp fyrir utan að það var mjög mikil kostnaður sem að fólst í því að innheimtuðu, það var stór innheimtudeild hjá Ríkisútvarpinu sem að sá afnotagjöldin og innheimtu þeirra og þetta var svona barsins tíma. Þetta var svo leið sem var farin jú, gott og vel, en fyrst og síðast að þá þarf var ég þeirra skoðunar á sínu tíma að það ætti að minnstakosti takmarka Ríkisútvarpið á auglýsingamarkaði. Ég fékk ekki stuðning við það innan bæði flokksins og samstarfsflokksins þá. Sjálfstæðarflokkurinn til það? Nei, það var ekki, það voru RÚV. Sko, það voru, ég ætla ekki að segja að það voru allir sem að voru á móti, það voru einstaklingar sem að voru mjög fylgjandi því að takmarka RÚV á auglýsingamarkaði, en það voru fleiri innan þingflokksins þá sem að var mjög stór og þungavegt að meina að bæði landsbyggð og hér í þéttbýlinu sem að töldu ekki rétt að taka RÚV af auglýsingamarkaði. Það var þá náttúrulega breytt núna, en ég er enn þeirra skoðunar að við eigum að vera eins og aðrar Norðurlandaþjóðir ekki með ríkis sjónvarpið eða útvarpið á auglýsingamarkaði. Það var ekkert breyst í því. Nei, algjörlega. Maður fær ekki allt sem maður vill þegar maður er í. En það og síðan er þetta líka
það dásamlegt líka einhverju leiti þegar eins og á sínu tíma í sjálfstæðarflokknu stórflokkur að það eru bara ólíka skoðanir til mjög margra mála. Nú eru náttúrulega minni og orðin bara frekar einstakislegur fyrst hann er svona lítill sko. Já, rétt. Það er komið að loka leiðum hjá okkur í kvöld. Þetta er náttúrulega búið að vera æðislega skemmtilegt. Mikið gott að koma frí með þér. Já, það er mjög gaman maður. Já. Verslunarmannhelgin eftir og svo bara allt að stað. Já, svo fulla ferð. Jæja, Þorgerður Katrín, ertu komin í stellingar fyrir hraðspurningar? Já. Má ég fyrst spurninguna? Já, hvort mátt. Er Bjarni Ben með mesta skillsettið á öllum alþingi? Hvað blætir þetta með Bjarni Ben? Þið eru með mennkrössar sko strákar. Já, ég skal bara viðurkenna það. Mesta skilsettið? Nei, ekkert endilega. Nei. Spurningum um 2 hjá mér, er Sigmundur Davíð skemmtilegastur á öllum á þingi? Hann er með þeim skemmtilegri. Já. Leifur? Já, aðeins öðru hann er allavega með þeim mest, eigum ekki að segja, hann er allavega með þeim mest skapandi. Já. Mín fyrsta spurning er, hvað lag kemur í gýrin eftir vinnuvikuna? Núna er það Texas Hold'em með Beyoncé eða ég set Miley Cyrus Flowers. Já, og það er ofta föstudum, það er að finna bítið og það er gott að dansa heima. Já. Uppáhaldsbók sem þú hefur lesið? Uppáhaldsbók sem að það eru eða ein góð bók höfum það bara ein góð bók sem þú hefur lesið? Það eru margar, en bara akkurat núna bók sem að ég er að klára er kannski 1/4 eftir. Það er Avoidable War eftir Kevin Rudd sem var forsætisráðherra Ástralíu svona bífið á milli Bandaríkjanna og Kínverja, mjög fróðleg bók og svona opnar ákveðna sýn hjá mér. Svo erfitt að taka hver er, þú veist, Njála er alltaf góð, Laxdæla líka, jú, þú veist, en mér finnst, ég er alltaf hrifin af bókunum hans Einars Kára Sturlungöldin. Mér finnst þegar hann skrifaði fyrst upp og mér varst hann algjörlega stórkostleg og ég hef gaman svona af bókum sem að byggja á sagfræði en eru farðar í stílinn og eru svona mér fannst það frábæra bækur. Já, verður að fá hann í þáttinn, Leifur. Já, ok, áfram. Já. Fullkominn dagur í þínu lífi? Teiknaði hann upp? Sumri eða vetri, það skiptir máli. Sumri. Sveitin. Eitthvað að gera, eitthvað sem að slá eða mála, ganga upp á fjall. Slá eða mála í fullkomnum degi? Já, þetta hljómar svo ömurlegt. Nei, og svo taka 9 eða 18 einhver staðar á einhverjum golfvelli nálægt, það er gott og vera með fólkinu sínu. Já. Ég þessi ferð norður núna daginn var æðislega. Þakkaði fyrir Leifur að vera með. Já, mín var sannlega ánægð. Varstu með hundina? Og Birta, já. En ég hann bjargaði okkur en það var einhvern veginn ofsalega gott. Það var alveg frábært. Sérréttur í eldhúsinu? Sérréttur í eldhúsinu og það er skipt bara mjög ég gerði daginn sem var mjög gott bara fyrir okkur Kristján, við heldum við myndum fá að vera í friði eins og kom allir hákallarnir og við vorum, það er gróf hrísgrjónsóðinn og svo bara ég steiki chili og hvítlauk og risarækjur, er búin að sátra lauk á annari pönnu og ef ég á brokkoli eða blómkál skera það smátt, setja aðeins með bara það græmið gulrætur líka og svo setja þetta saman með smá hrísgrjónum og setja eitt lambakjötstening úti og örlítið vatn með og ég hef bara slegið munnina og svo gott að vera með flammkúken eða eitthvað svo leys.
Sæll. Já, sæll. og svo grænt salat, alltaf grænt salat. Íslensk takk. Já, íslenskt lampasalat, í alvörunni, lampasalatið alveg frábært, blanda því saman við blönduna og svo klettasalatið, setja það saman, góða olíu, þú veist, það klikkar ekki. Ég get líka bara Mér finnst rosa gott að elda, mér finnst ákveðin, ég er ekki góður kokkur, en ég get dottið á það alveg, mér finnst gott að vera talandum á föstum, að vera með þú veist, gott beat, gott lag Coldplay líka og og kannski eitt hvítvínsglas og vera með fólkið mitt í kringum mig og vera að elda hvað sem það er, hvað sem það er fiskur eða lamb eða annað kjöt. Já. Þú ert náttúrulega rosalegu kokkur, við skulum ekkit vera draga úr því ég er stundum lent ágætlega á það það er bara fínt sko. Ég fekk nautasalat daginn sko, og smáatriðin einmitt flammkúken, rosalegt eða sko sósan sem var með henni, köld gráðastasósa, ég aldrei smakka annað eins. Þetta var, þú ert rosalega í eldhúsinu Þorgerður, það máttu eiga. Nei, þakka þér fyrir. Eftirminnilegasti atburður á ferlinum hingað til? Stjórnmálaferlinum. Já, sko, hafa stjórnmálaferlinum. Eftirminnilegasti, ætli það hafi ekki verið þegar ég var formaður Viðreisnar, mér fannst það erfitt leið var ég ótrúlega þakklátt mér fannst það var snúið ekkert auðvelt sko en það var eftirminnilegt það var náttúrulega eftirminnilegt talandi sjómannaverkvallið það allt í kringu sjómannaverkvallið var mjög áhugavert og það var alveg pressaði þar já og það var svo gott að bæði að vera með gott backup Benedikt Jónesson, hann var alveg frábær við hafðum miklu samskiptum við hann og hann var stuttum í því sem ég var að gera og var mjög gott að leita til hans og svo var líka gott að finna bara það að það ruggaði mér ekkert þau mátti rugga öllum sínum bátum en það var ekkert mér var bara gott og gaman að fylgjast með þessu en þetta kemur örugglega einhvern tímann einhverju bók hjá manni en ég held að það sé þetta og síðan já, ég held að ég fari ekki fyrra líf í stjórnmálum Nei, klart Ég held sem komin að loka spurningunni bara Já Af hverju eiga kjósendur að kjósa Viðreisn? Þannig að sterkara, betra Ísland fyrir þig og allt þitt fólk að það veri jafnari tækifæri í landinu. Þannig að þið megi treysta því að það verði ekki eitthvað byggs á bakvið tjöldin. Heldur bara jöfn tækifæri, frelsi, ást, mannréttindi séu virt. Þannig að það sé tryggt og vera óhrædd í samfélagi þjóðana. Hvort sem við verum innan eða utan Evrópusambandsins að við tökum þátt og látum rödd okkar heyrast að það er mikið undir núna þessa dagana og þessa vikurnar og ég hef trú á því að með að við beitum okkur rétt að þá skiptum við máli og við skiptum máli þegar rödd Viðreisnar er sterk Loka spurning Trump eða Kamala Harris? Kamala Harris Ég dætti ekki á hausi við að koma einhver inn sko Takk kærlega fyrir komuna Þorgerður Katrín, takk fyrir kvöldi Hrikalega skemmtilegt Takk fyrir mig Takk fyrir okkur Takk